Já, viti menn. Yes! Já, veistla. Það rennir þriðjudagurinn, það rennir hlæða. Það þriðjudagurinn, já. 11. þáttur, þetta líður. 11. þáttur? Já. Það var alvöru gestur í kvöld. Alvöru gestur í kvöld? Já, og líka bara skemmtileg tímasending. Já, það bara fullkomin. Já, bara mikið að gera. En þetta verður teiknað upp bara fyrir nokkur vikur. Já, fjármálaheiminum og að gera bara að fá einn besta sérfræðing í fjármálum í dag. Já, veistu, ég kannski kem með smá innskot er að við vorum með eitt fjármálaþátt þegar við vorum svona að byrja það sem var mjög skemmtileg. Frábær þáttur. Það ekki séð hann sem Agnari Möller, sjóðstjóri á Kviku, mælum með honum. Hann flög svolítið undir radarinn, bara eins og komum rétt inn á það, því að hann kannski stærsta nafni sem við fengið, en hann bara hann bara svo hress og skemmtileg og svaraði vel, nýkominn á gósinu sko, bara gýr í honum. Mikið trallari. Já. Eins og gestur kvöldsins reyndar. Já. Hann er búinn að vera hjá okkur hérna heil lengi og því líka toppmaður. Já, því líka toppmaður. Hann er líka margfróður. Já, eiginlega bara ofróður. Já. Venjulega lít ég bara nokkuð verið út í hér gestur kvöldsins, en ég lít örugglega út ekkert sérstaklega í kvöld. Það kemur allt í ljós. Hann veit ýmislegt fótbolta, ýmislegt fjármál. Rétt. Og hvað fleira, hvernig hann skák, það kemur í ljós. Það kemur svo í ljós, eins og það. En við við langaði að koma inn á styrktaraðila. Já, það eru stóra fréttir þar. Já, það eru það. Við erum hérna með, það er bara ýmislegt að gerast. Við kannski byrjaði að tala aðeins hvað er að gerast hjá okkur. Og við erum með mörg járn í eldinum og nú er þetta loksins að líta dagsins ljós. Sko, ég ætla að reyna að spara stóru árin, en eftir seinasta þátt með Viðarætti Kjartansinni að þá, síminn hefur valla stoppað frá því senasta þriðjudag og ég er ekki einu svona að grínast, þú veist, þetta var bara, fyrir fólk sem vita ekki, þá vorum við mest lesnu fréttina á Fótbolta.net og fyrir þá örfáu sem ekki búin að sjá hana þátt, endilega kíkja á hana, þessi þáttu var algjör veisla. Já, það er búið að vera mikið að gerast og alltaf bara með öllu þessi áhorfið að þá hefur við fengið bara marga fyrirspurnir varðandi styrktaraðila og við erum búin eftir langar og marathón samningaviðræður, þá erum við búin að loka allavega 2. Annað er í bígerð fyrir utan okkar upprunalega sem hafa með okkur frá degi 1 nánast. En þessi 2 nýju sem við ætlum að kynna inn í kvöld er fyrst og fremst, við erum með Fitnessport og Domus Nova. Fitnessport og Domus Nova. Já. Og ef við byrjum að tala um Fitnessport, þeir eru náttúrulega með drikkin Ripped. Þeir eru með kona mig með drepa mig fyrir að segja þetta, en svo eru þið með eitthvað svona helvítis belti sem er víst þannig að þú bara kattast á þig bara að vera með á þér. Já, sweet sweat, þetta er algjör gæði. Já, ég bara sé stór mun á þér eftir að byrja að nota þetta belti og svo... Ég er að íhuga að kaupa þetta, í alvörunni, þetta er hacks. Já, það sem þetta líka gerir sko er að þegar ég er svo hókinn sko, ég stundi bara hvað sé mótó sko og þú ert svona bara þetta belti sko. Já, lagar... Og svo erum við með allt þetta helvítis próteinið og svo erum við með Testo boosterinn og þú veist Það er að gera kjarakaup. Já, þeir eru að smiðja við þetta í Kópavoginum, rétt hjá Bíkó og bara mælum hygglust með þeim og það munu næstu vikur þá ætlum við að vera með einhverja gjafaleiki í boði Fitnessport. Það er bara svo. Og svo komum við að næsta nýja styrktaraðila sem er Domus Nova. Hver er kóngurinn þar í? Og það er Elinor Mali, maðurinn sem hefur leyft íslensku fólki að dreyma, íslensku þjóðinni bara. Og þeir breyttu leiknum þegar þeir byrjuðu með frítt verðmat. Já, það er leikbreytir. Og hann kom reyndar inn á fyrir í vikuna hér á Haflega og þú mátt bara panta samt verðmat einu sinni í mánuði. Þú mátt ekki fá oftar en 12 verðmöt á ári. En gallinn við Domus Nova er sá að eignir bara þær haldast ekki inni. Nei, það er rjúk út. Nei, það er bara sama dag, sama klukkutíma setur hann inn, þá er hann farin út. Þetta er erfitt sko. Þannig að ef þið eitthvað vandrar að selja eign eða bara jafnvel kaupa eign, endilega bara hafa saman Domus Nova eða kíkja á vefsíðuna þeirra. Já, Birkir, ég segi nú bara eins og Viðar vinur minn, ég segi bara takk. Já, takk. Hann sagði nokkur sinnum þeim þetta og það var algjör veisla og hann heldur betur þakkaði fyrir sig. En að þú varst að tala um þessar stífu samningsviðræður sem við áttum, þá tökum við ekki við hverjum sem er. Nei. Og hér erum við í AHA stúdíónu, Rétt. þau náttúrulega kellaði fyrir okkur, þetta er frábært stúdíó. En AHA er líka með 100% vistvæna ferðamáta. Það er eitthvað sem kannski ekki allir vissu. Að
þú getur bara pantað mat, þeir eru komin með app, alveg virkilega, þetta bara mjög flott. Já, þetta bara... Og svo þægilegt, það bara, og svo líka það að þetta sé vistvænt, af því að þú getur tekið bíliðinn sem örugglega díselbíl og þú ert örugglega svona 15 á 100. Já, svona 30-100, stæðin fyrir að bara fattar á AHA. Já, á 100% vistur engin samanska. Þannig að það algjör veisla. Að lokum erum við að sjálfsögðu með myntkaup. Já. Sem bara íslensku miðill. Vartu ekki að vera neinar ágjur af því að peningunum sé stólið eða eitthvað annað. Þú getur bara... Þetta er eins legit og þetta verður. Svo þægilegt að bara vera í kunnasambandi á íslensku. Við bara fólk sem þú veist hvert og þetta er bara öruggt síðan tók náttúrulega Bitcoin Div í dag. Rukka aftur upp. Náttúrulega mínir menn, fyrir þá sem ekki vita, náttúrulega bjóðu til Kína. Og mínir menn í Kína að leika Bitcoin grátt. Þeir að hóta þeim villi vekk að banna þetta. En Bitcoin stígur alltaf aftur upp til jarðar og kemur bara sterkar tilbaka, þannig að það er spennandi fjárfestingakostur eins og fleiri sem munum koma í kvöld. Já, en Birgir, það er þétt dagskrá í kvöld. Já, það er margt að ræða. Ég hérna við þurfum bara að kynna gestinn. Birgir, gjörðu svo vel. Gestur kvöldis er Björn Berg, deildarstjóri greiningar og fræðslu hjá Íslandsbanka. Bjóðum hann hjartalega velkominn. Wow, it's a pleasure. Sæl, velkomin. Takk fyrir kærlega. Þið vilja hafa mig hérna? Já, tiltu þér í miðuna bara. Takk fyrir það. Takk fyrir það og takk fyrir boðið. Já, takk fyrir komuna. Mín er ánægjan. Heldur betur gaman að fá þig. Já, gaman að vera það. Já. Í AHA-stúdíói. Já. Það líst vel á það. Það var gaman sko þegar ég reyndi að fá Björn í þáttinn fyrst, þá sagði ég bara við hann, viltu koma í kat? Hann vissi ekkert hvað við erum að tala um fyrst, en svo var hann fljótur að kveikja. Já. Ég held að vera að tala um Kanadadollar. Það væri svona... Já. Eitthvað gjaldmiðlaviðskipti bara að plata því eitthvað. Viltu koma í smá gjaldeyrisbrask? Já, það er það ekki. Það er kannski næst. Já, kannski þennan þátt. Já. En það sko erfitt sko með kvöldi í kvöld sko er að við höfum aldrei lent í áður að gesturinn hefur valla labbað inn og hann segist ekki hafa gaman að skap. Já. Þetta er próstið. Þetta er eiginlega þessar tvær íþróttir sko, hérna skák og golf hafa reynt og það er bara að finna ekki geifleitn á mér. Það er bara, ég á eitthvað voðalega erfitt með þetta. Já, hvað er það heldurðu? Sko, það er góð spurning vegna þess að ekki er það að ég hafi ekki þolið með almennilega í þetta því að mér er alveg gaman að vera í sudoku eða eitthvað slíku sko. Það er bara eitthvað sem er ekki að hitta í mark hjá mér sko. Já. Þannig að ég veit ekki. Nei, okay. Það er hérna, en þú veist, þetta er alveg áhugavert. Ég hef alveg telt við stráki minn og svona og hérna, mér hefur alveg fundist áhugavert ef maður hefur hort á áhugaverða skák. Já. Að það hefur mér alveg fundist áhugavert sko. Já. En þetta er ekki alveg að hitta í mark hjá mér sko. Ok, já. Þannig að ég kann þó alltaf mannganginn sko, þó að sé að fara að dauðleiðast þá kann ég alltaf mannganginn sko. Og þess vegna líka beinast við að mæta beint í skák, streymi. Já, ég sé nú við spörum stóru orðin sko, ég held að verði veisla. Já, sjáum við. En Björn, hérna, þú kannski varst ekki mikið í skák þegar þú varst yngri? Nei. En hvert lágu þín leið þegar þú varst yngri, ef þú segir okkur aðeins frá manneskunni? Já, sko ég er úr Vesturbænum, þannig ég er alin upp hérna bara ekkert langt frá. Alin upp bara eiginlega á Káravellinum. Já. Og það er í nágrennu og mikið í kringum KR og allt það, þrátt fyrir að hafa aldrei haft hæfileika í íþróttum, en ég var alltaf í fótbolta. Og hérna misti svona svolítið úr í hérna svona sem úlingur, aðalúta meiðslum og svo svona var ég skröltandi, var mikið í KVF. Ok. Og hérna... Þá varst þú nú fín. Það var ógeðslega gaman allavega. Nei, ég fekk að vera með. En þú veist, ég hefði rosalega gaman að því. Þannig að ég var hérna, til dæmis svona síðar árin sem ég var innóluður þar, þá var ég framkvæmdastjóri þar og var lengi í stjórn og að svona spila svona löglegt eitthvað annars lagi með og hérna æfa. Og skóður í klefanum. Já, svona einn af þeim sem svona eitthvað sterkur í klefanum sko. En hérna hafði gaman að svona rekstrarhliðinni líka. Og þessu að þetta var náttúrulega algjörlega uník tækifæri sem við höfðum bara til þess að stofna fótboltalögin í. Þetta hafði ekkert verið hægt. Sko hérna bara í næsta húsi var náttúrulega Þróttur stofnaður á sínum tíma. Hérna við hérna, eiginlega bara það sem flugvöllurinn er. Eða svona enda flugbrauturinn er. Og síðan sú holskefla kom, það sem að svona fjöldinn allur af annarra kynslóðaliðum, ef ég kannski segja, eru stofnuð, gerist það ekkert aftur fyrir en 2004-2005. Og það er náttúrulega bara því að þá koma fyrstu gerðugrarsvellinir. Og það er ekki tilviljun að það eru KVF og það eru berserkir og það eru IH og þetta eru liðin sem að fara í gang hérna þetta leiti. Það er hreinlega vegna þess að það kemur gerðugrarsvellinir.
og það var skemmtilegast sem ég gert á æfinni, það var það ævintýri. Fórum alltaf allavega upp í fyrstu deild og það var bara, þetta var algjörlega geggjað. Hvenær slistu þið frá því? Sorry. Þegar við fjallum úr fyrstu, niður í aðra deild, þegar við hættum báðir, ég og Palli Krís sem er hérna núna formaður KR og þá var það líka eiginlega orðið alveg ljóst og ég held að við höfum haldið áfram aðeins kannski lengur við hefum átt að fullu vegna þess að þetta gekk svo mikið út á hérna svona félagslega þáttinn og við vorum bara orðinir alltaf gamlir með leikmenn í liðinu og það var þannig sko að símaskráin okkar, við vorum alveg búin að þú veist, þú getur bara hringt vist oft í Kittamag og þú getur bara hringt vist oft í hérna Daða Guðmunds og einhverja sem að þekkir sko í öðru liðum og reyna að fá þá svo bara símaskráin búinn og þá verður þetta svona, var þetta þannig sko að þegar það kom nýr leikmaður á var Sigurður Ólafsson fertugur sko, þetta var orðið svolítið þannig þegar Ökklin Gunnar Krif fór í 5. skipti þá var þetta svolítið game over. Já, hann var náttúrulega sko, hann er stóri áhrifavaldurinn í sögu KA sko, vegna þess að þegar Gunni Krif kemur sko tiltölulega ný bara búin að vera á varamannabekknum í 2 landsleikjum í A-landsliðinu, fljótasti maður sem við nokkuð sinni séð í íslenska boltanum, geggjaðu talent, ákveður síðan bara að fara að leggja fyrir sér námið og fer úr FH í KF. Og það sem hann gerir í leiðin að hann er náttúrulega félagslega fáránlega sterkur og búinn að vera að tala við ótrúlega leikmenn út allan bæ og segja ef ég kem þá komið þið allir og við erum að fara bara upp 2 deildir á 2 árum. Og þetta var þannig að við vorum að taka bara leikmenn úr Selfossi, úr Pepsi-deildinu, úr Grindavík, úr hérna IR, allt vesturbæingar sem voru að koma aftur heim og náðum að búa til alveg fáránlega sterkt lið. Það var algjört Galactico-lið, það var æðislegt sko. Ég gleymi þess ekki að því ég var þarna alast upp sko, sem ungu bara pegi í vesturbænum sko og ég bara sjá KF-stemninguna, sjá þess að menn, þú veist, Ebos einna meir og bara það var því lík stemning í kringum þetta lið. Já, þetta var æðislegt og það hafði alltaf verið ógeðslega gaman og það var líka það sem að seldi svolítið leikmennum að koma að við gátum ekki borga neitt eða boðið neitt, mann fengi ekki markmannshanska, takaskó eða líkasrættakort, við gátum ekki boðið neitt nema það að það yrði ógeðslega gaman og yrði hvergi skemmtilegra og af hverju eru menn að spila fótbolta og að við myndum spila langt besta fótboltan þannig að það yrði gaman á æfingum, myndum spila geggjaðan fótbolta og voru svona að selja mönnum þetta konsept það sem er svo æðislegt að maður fatta að sé hægt þú getur raunverulega gert þetta og að meðan öll hinn liðin í annarri deildin og fyrstu deildinni voru að borga og voru svona kannski hvað þá hliðina var meira eins og fyrirtæki heldur en við þá voru við alveg góðir og við náðum svolítið að sanna það að þú þarft ekkert að reka hvert einasta fótboltalega á Íslandi eins og að hérna það sé ekki hægt annað en að borga með þeim peninga en af hverju eru menn ég fór að spila hérna hálft sumar með Snæfell upp á Stykkishólmi sko, ekki fyrir það fyrir peningana það er bara því að gaman þannig að þetta var algjört ævintýri þannig ég er hérðan og var hérna og var bara svona eitthvað að þvælast í þessu hverfi og aðalega var það bara fótboltinn, það var eiginlega svona lítið annað, fótbolti og körubolti sem að hérna, maður verið að vesenast í allavega ekki að tefla sko. Ekki að tefla? Ekki að tefla, en ég var aðalega í þessu sko. Það var svona svolítið það sko. En já, svo fór ég í Versló þegar ég var búinn með Hagaskóla fór úr Versló yfir í HR vel gert. Og hérna tók viðskiptafræði í HR svo fór ég í HÍ í meistaranám, svo kom hrunið og Hvað lærið meistaranám? Ég fór í markaðsfræði og alþjóðaviðskipti og ég kláraði aldrei ritgerðina en ég fór að vinna í banka tók þar próf í verðbréfaviðskiptum, fór bara að vinna við það og svo kláraði þetta bara í fyrra þess að hérna kláraði meistaranám skrifaði loksins ritgerðina þannig að ég hérna náði að klára það loksins og var ég veit ekki hérna Perri sko, ég var að googlaði fyrir þátt sko og þetta var þetta ekki fjármálsknattspyrnufélag, eitthvað svoleiðis? Jú, það sem að mér langaði svolítið að kíkja á í ritgerðinni var hérna að því að allt þetta snúst peninga mér fannst það svolítið mér fannst spurningin sko hafandi rekið fótboltalið, hafandi stúderað þessar hluti mikið og svona verið farin til þess að fylgjast með mikið með KR á þessum tíma þá var ég farin að hafa svo miklar áhyggjur í íslensku fótboltaliðum og íþróttafélögum almennt vegna þess að það sem ég var að sjá gerast hjá fyrirtækjum og hjá fótboltaliðunum var það að ég hélt einhvern veginn að styrkir myndu bara hérna fjara út og það er þannig að við værum að stefna ef að það væri ekki einhvern veginn gripið handbremsuna að það væri bara engin leið fyrir hérna íþróttaliðin að fara að ná í pening og þess vegna náttúrulega líka byrjar þessu umræð við þurfum að leyfa gambling við þurfum að leyfa þær auglýsingar það er náttúrulega bara nauðvörn af því að félögin fá enga styrki annars staðar þannig að ritgerðin gekk svolítið út á það að pæla í af hverju er þetta raun og verið að gerast það er náttúrulega fyrsta, er þetta að gerast og af hverju og niðurstaðan var bara mjög afgerandi sú að þetta er bara hreinlega að gerast að stærstu fyrirtækin í landinu þau eru bara að skera niður
styrkill íþrótta vegna þess að þau eru bara farin að gera eitthvað annað og vegna þess að þeim finnst þau raunverulega ekki vera að fá það sem þau eru að leggja. Nei, þetta er náttúrulega bara, ég tala almennt sko. Almennt er náttúrulega bara að tala það innan bransans, ein versta markaðssetning sem þú getur gert að kaupa til dæmis bara treyjulógo. Það er rándýrt og auglýsingin bara ekki það mikil með að við kannski aðra hluta markanum, þannig að... Já, það er einmitt það sem svolítið vandamál sko, að ég held að þetta gamla módel að þú einhvern veginn bara gefur þér að þetta myndi skila miklu, að það flýgur ekkert í gegnum stór fyrirtæki í Íslandi lengur vegna þess að þú færð ekki budget í þetta, markaðsdeildin að gera þetta. Það er rosalega erfitt núna fyrir forstjóra að henda peningum í ykkur, nema þá í minnum fyrirtækjum. Í ristóru fyrirtækjunum þá eru bara komna styrtar nefndir og svo, þannig að þú mátt ekki eyða krónu í þetta með rökstyðja. Og það er rosalega erfitt að rökstyðja með því að segja það, já svona minn að spila með henn. Það er ekki leiðin sem þú notar til þess að henda peningum í eitthvað. Þannig að alltaf þarf að koma einhvern rökstuðning og þá náttúrulega er þetta nýr raunveruleiki fyrir þessi félög að þau þurfa kannski fyrsta skipti að fara að búa til einhvern rökstuðning, að fara svona að færa sterkur rök fyrir þessu. En varstu með einhverja lausn á þessu vanda? Já, sko það sem ég legg til að félögin gerir, vegna þess að það var auðvitað, markmiðið mitt var ekki það að fara og benda á það sem er eitthvað íþróttafélag og segja þessi í útrýmingarhættu. Markmiðið var að reyna að hjálpa þeim. Og varstu bara að horfa á Íslandi? Já, ég náttúrulega stúderaði hvernig þetta er að gerast allan heim, en viðfangsefni ritgerðarinnar voru stærstu liðin á Íslandi, sigursælustu liðin á Íslandi með stærstu auglýsingasamninga. Þannig að þetta eru bara nokkuð, ég held að það hafi verið 6 félög sem ég tók sérstaklega fyrir. Og ráðleggingin er þessi, sko þessi peningar eru alveg til sem þú þarft að sækja. Það sem þú þarft að gera er að þú þarft að vita í hvað þessi fyrirtæki eru búin að taka frá peninga. Og þau eru búin að taka frá peninga í einhverja nokkra hluti en ekkert endilega það að fara að styðja við borga laun í meistaraflokki. Þannig að þau gætu verið að segja, ok, þið getið stutt við okkur vegna þess að við erum samfélagslega öflug í nærumhverfinu og þar sem þú ert með starfsemi eða eitthvað slíkt. Það er það sem að margir hafa gert, það er ástæðan fyrir Actavis var í FH og allt það. En þú getur líka farið þá leið að segja, heyrðu, ég er hérna að reka fram upp í Grafarholtið, ég bara nefni eitthvað leið, Leikni í Breiðholtinu. Og við erum hérna með prógram sem okkur langar að gera. Sem okkur langar að gera er það, okkur finnst vera vandamál hvað eru fáar stelpur, fáar innflytjendur eða einhverjir hópar sem út búin að skilgreina sem eru hjá okkur. Það sem við viljum gera vegna þess að við heldum að þetta sé gott varandi bara lýðheilsu og varandi að það er komast inn í samfélagið og allt það og við vitum að ykkur er mikið í munum að huga þessum málum. Við ætlum að reyna að koma sér upp í 50% eða eitthvað svona. Og til þess að gera það þá verðum við að fá peninga vegna þess að við þurfum einhvern veginn að funda þetta og gera það. Og þá verður fyrirtækin frekar horfð sem verður eitthvað svona samfélagslega skylda, frekar heldur en einhver styrkur beint. Já, þau getur verið að taka peningin úr öðrum potti. Ekki úr auglýsingafé, heldur úr samfélagsábyrgðarfénu. Og þaðan kemur peningurinn og það getur þá orðið þannig að þú þarft að reporta og þarft að senda þeim reglulega hvað er að frétta í þessu, þú veist, og svona getur þú fengið peninga. Þetta náttúrulega krefst bara vinnu og þetta getur alveg verið vesen. En ég fekk tækifæri til að kynna þetta svolítið fyrir forsvarsmönnum félaga. Og hvað fannst þeim? Mér fannst þeir taka ótrúlega vel í þetta. En ég held líka að ég hef kannski ekkert verið að segja sérstaklega fréttir. Ég held að fólk sem er í íþróttahreyfingunni sé alveg löngu búið að átta sig á þessu en kannski ágætt að fá svona smá data á baku þetta af því að ég náttúrulega þetta er ekki bara mín skoðun, þetta er svona svolítið niðurstaða af samtölum við fólki sem heldur á peningunum. En er þetta sér íslenskt að þurfa að vera er þetta hausverkur bara hérna á Íslandi eða? Nei, alls ekki. Þetta er en við erum samt sko, það er ekkert að líka saman Íslandi og ensku úrvalsdeildinni eða eitthvað slíku sko, eða bandarískum íþróttum nema tiltölulega litlu leyti, en það eru samt sko, þú finnur alveg fordæmin sko. Og þeir sem eru að ná að gera þetta vel, þrátt fyrir stærð, það eru aðilar sem að leggja ógeðslega mikla vinnu í þetta, að þetta er svo tímafrekt og þú þarf sérfræðiþekkingu. Þar helst einhvern sem bara veit nákvæmlega hvað get ég sagt við þetta félag og fengi peninga. Þá þarf þetta svolítið að vita þetta fyrirtæki og vera svolítið klókur og hugsa eins og þú veist, er þetta markaðsfræðingur sem er að fara að svara þér? Þú ert bara að vita hvernig þú tala um markaðsfræðinga. Og á Íslandi er það náttúrulega þannig að hversu margir er að vinna í íþróttahúsinu? Ekki 2 á skrifstofunni eða eitthvað, það er bara ekki hlaupið að því að leggja í þessa vinnu. En ég held að það sé lífsnauðsynlegt. Ég held að ef að íþróttafélagin gerir þetta ekki, að þá mun þetta bara halda áfram að vera erfiðara og þau munu þurfa finna upp á einhverjum öðrum styrktarleiðum og þessi óðbúslega dýrmætaleið hún bara hverfur. Sem er ægilega sorglegt. Mér finnst það góða punkt sem þú nefnir varandi sko að því að nú er allir að segja okkur lefum við ekki veðmál og svo framvegis að það er kannski einhver björgunarhringur sem myndi bara döða eitthvað X sko. Svo myndi þau þurfa að horfa í eitthvað annað.
Það geta alveg verið sko, ég held að ef að það að veruleika þá það alveg ógeðslega stór pakki fyrir okkur sko, af því að við erum sumardeild og við erum spilað á þann tíma að sá sem að gambla í Kína, þú veist þetta bara Kínamarkað, það engin annan markað sem skiptir máli að Austur-Asía, hún hefur ekkert annað að gera á þeim tíma sem spilaði á Íslandi þannig ég held að eftirspurnin eftir því að gambla á íslenska leiki og þess vegna auglýsingum yrði óbúslega mikil það myndi örugglega tvöfalda budgeti á liðunum í þessu deild og örugglega meira í deildunum fyrir neðan en þetta snýst ekki endilega það þú veist, þá getur maður farið í umræðin bara, þú veist, munduru þú veist nú ég kannski komin á hálan ís en ég minna það er ekki langur vegur úr auglýsingum veðmála síðan yfir í peningafætti sem er erfið umræða það alveg ástæði fyrir að löndi eins og Spánn að bakka með þetta Já, ég ætla einmitt það var einmitt næsta spurning, þú veist að því að nú að tala um opnandi á Íslandi hvernig þetta út í bara, ef þú tekur bara nokkur lönd út í heimi, þú veist náttúrulega bara á Englandi þá bara nokkur félög bara með þetta framan á búningnum hvernig þetta annars þar, þú veist þetta bara það mikla tekjur, þetta bara no-brainer fyrir deildirnar að bjóða upp á þetta? Já, það bara, en það fer eftir í sko hvað leyft í viðkomandi landi. Já. Þannig að það var þannig, nú minni mig ég færi með rétt mál og það hefur Real Sociedad, frekar en annarlega á Spáni sem að prinsipástæðan tók ekki þátt í þessu. Og núna hefur sú leið verið farin á Spáni að í rauninni skikka bara allir að fara svona leið. Þannig að það hefur verið að vinda ofan að þessu þar. Svo þetta bara allur gangur á því sko. Í náttúrulega sumum löndum það þannig að þú ert með svipamódel á Íslandi þar sem þú ert með einangun á markanum. Við erum í íslenska Getsbá og íslenska Getrunir sem eru bara í einangunarstöðu hvað þetta varðar og hafa eini leyfi og mega auglýsa. Aðra mega ekki. Þannig að en svo náttúrulega erum við líka með þetta að eðlilegt verðmátafyrirtæki má ekki auglýsa á Íslandi, gera það samt og það er ekki verið að gera neitt í því. En þetta eru alltaf ógeðslega miklir peningar og ég held að það sé svolítið gulrótin að auðvitað það þannig að íþróttafélag sem eru að ströggla það sér þetta sem töfralaust og þetta náttúrulega töfralaust með ákveðna leiki þetta eru svo miklir peningar það svolítið það sko en ég skil það rosalega vel en þetta svoleiðis. Ég að vinna? Hvernig þetta? Ég vildi Björn bara að tefla þetta að ég var að tefla jafnvel og þú ert að tala sko. Ég eiginlega bara að láta þig lítið út með því að vera að tefla fyrir þér Já, meinar það hefði verið skárað að Björn hefði verið stýrið allan tíma Já, miklu skárað sko Nei, við rettum þessu Leifur, þetta var eitthvað space move hér, ég verði ekki það Já, ég að panika, ég verði að veikina það líka Nei, þetta allt í góðu Nei, við skulum bara tala tandur heima Það ekki allt í góðu Þetta ekkert spes og þú ert að geta mín nafni sem er náttúrulega ekki Nei, við skulum halda þig til haga, það Leifur sem telti þessi skál Björn ber enga ábyrgð Ég ber enga ábyrgð Ég tek fulla Björn ennþá taplaus Já Verður það líklega? Já, mér finnst það líkilegt Alla niður hvað hann gaman að skák Ég það svona þegar maður bara hugfangin að hlusta sko Eða fannst erfitt að tala um tefla Birkir Ég myndi að það hlusta á tefla Já, hlusta á tefla maður Það kemur fórnin Já, þessi skemmtilegur sko Þannig að fengi mig ykkur uppskipti Flý bara En já, Björn, til hamingju með vel hérna útboð Takk fyrir það Þetta búið að vera margir sólarringar sem þú náður að stimpliðin heldur mikið í yfirvinnu Það engin í yfirvinna Nei, þetta búið að vera náttúrulega alveg rosalega mikil vinna en margir sem eru búin að vinna meira en ég sko Þetta búið að vera rosalega mikil vinna En það hefur þetta gerst á tiltölulega skömmum tíma Þetta átti sér bæði mjög langan og stuttan Já Hvenær heyrðir þú þessu fyrst? Var það svona sirka kannski? Hvenær, sko, það er mjög langt síðan að það bárust skilaboð frá yfirvöldum það að það hafi væri stemning fyrir því að selja bankann síðan það ekki fyrr en bara fyrir örfáum mánuðum ég man ekki nákvæmlega hvenær það var fyrir örfáum mánuðum þar sem að tekið í gikkinn þar sem bara sagt, heyrðu, nú þetta orðið þannig að hér fer bara þetta svona ferli í gang nú þurfa allir að fara að vinna síðan alltaf bara gerist það smátt og smátt að það svona fer að skýrast einmitt hvernig tímasetningar og eitthvað slíkt en þetta gerir svona tiltölulega skömmun tíma en gekk samt nú vorum við að hringja bjöllunni í morgun þannig að bankinn var tekið til viðskipta í morgun sem var rosalega En getur þú útskýrt fyrir fólki sko hvar stærsta breytinginni fyrir bankan að vera komin á opinbera markað hvað svona stærsta af hverju þetta eitthvað meiri vinna heldur en að þetta bara verið að fara til vinnu dagstælega? Já, sko, vinnan við útboði fólst fyrst og fremst bara í sko framkvæmdinni á því að selja bréf. Það sem raunin að gerast það
að hingað til hefur ríkissjóður Íslands haldið öllum hlutabréfum í bankanum 100% af hlutabréfum í bankanum og svo það þannig að það stofnun sem heitir Bankasýsla ríkisins sem heldur utan um þessi bréf fær að heyra það frá fjármálaráðherra að það selja og þá þetta þannig að bankin meðal annars að ráðin í það hlutverk að annast þessa sölu og halda utan um það með öðrum aðilum og þá verður þetta fer í gang þetta það þarf að kynna bankan, það þarf að reportera öllu, það þarf að búa til eða þú bara setja saman upplýsingar og uppfylla óbærslega mikla kröfur. Já, er reglugerðin núna mun stífari heldur hún var að þið eru komin á markað? Já, sko, regluna sem gilda bankan eru að nokkru leyti, til dæmis að varðandi upplýsingagjöf og eitthvað ósæðlega strangar hjá þeim fyrirtækjum sem eru skráð. Reyndar það gott fyrir Íslandsbanka sko varðandi svona að koma okkur ljúft inn í þetta að við höfum verið með skráð skuldabréfamarkaði í nokkur ár. Þannig að við kunnum að gera þetta allt saman og þetta ekkert nýtt fyrir neinum. En það að búa til dæmis það sem heitir lýsing sem er 1000 blaðsíðna plagg eða hvað það er langt sem að útskýrir allt bankan það bara óbærslega mikið vinna sem fyrir það eru settur upp kynningafundir með áhugasömum fjárfestum það allt einhvern veginn, það eru samskipti við fjölmiðla til þess að halda öllum upplýstum og þetta allt bara vinna sem bætist ofan á það sem að fólki þegar ekki er í vinnu en þetta hefur verið voða gaman. Jú, við vorum einmitt að tala þetta ákveðin í morgun sko að núna maður svolítið ánægður og svona léttir þetta sé hafi gengið vel. Þetta sé búið ákveðnu leyti, ekki alveg búið en svona það ákveðin tímamót þegar að bréfin eru byrjað að dreita í Kauphöll. En maður á samt einhvern veginn eftir að muna eftir þessu alla ævi sko. Að hafa verið central einhvern veginn og involveraður í eitt stærsta útboð í Evrópu og þetta er alþjóðlegt útboð. Ég held að það sé líka eitt sem gerði þetta miklu stærra er það að flest útboð sem við erum að sjá í Íslandi eru íslensk útboð en það sem við erum að gera núna er í fyrsta skipti sem alþjóðlegt hlutabréfaútboð er framkvæmt að fulla á Íslandi og það er alveg geggjað og vegna þess að þetta er alþjóðlegt útboð þá fengum við fullt af erlendum hluthöfum inn í bankan sem eru mjög jákvæð tíðindi fyrir íslenskan verðbréfamarkað almennt en það sem við höfum svolítið verið að búa við á undanförnum árum á Íslandi er það að það er ekkert óbærslega mikið það að útlendingar sem komið peningar til Íslands og það hefur verið svo sem við höfum misgóða reynslu af því að það er ekki gott að fá peningar til Íslands sem ætti að koma hingað, ná í smá peninga og hlaupa aftur út en það að fá peningar sem vilja vera sem eru að kaupa svona fundamental business og ætla að vera í einhver tíma það er rosalega heilbrigt fyrir allar þjóðir og öll lönd og öll hagkerfi að fá inn erlent fjármagn til þetta og vegna þess hvað mikið kom núna að þá á það alveg held ég að hljóta að vera rosalega hvatning fyrir alla hina alla aðra sem hyggja á að selja bréf, taka lán erlendis og svona fyrir það staðsetja okkur einhvern veginn þannig að nú erum við einhvern bara mætt á markað aftur alþjóðlega og þessir stóra aðilar sem eru að treysta okkur að þeir eru að treysta okkur vegna þess að treysta íslensku efnahagslífi en ég á nú að gríðast með fyrir þátt sko að Chesed Dark ætti að fara á markað í næstu viku þú veist, af hverju ætti ekki bara Kitty Pípar EOF að fara á markað núna það er svo rosalega mikið eitthvað svona goodwill yfir að fara á markað af hverju ætti ekki bara öll heimsins félög á Íslandi að fara á markað sko, það er tvennt sem þú getur gert þegar þú fer á markað það er tvær ástæður fyrir þú fer á markað annars vegar það til þess að ná í nýja peninga inn í fyrirtækið með því að gefa út nýja hluti hins vegar með því að þeir sem þegar eiga fyrirtæki geti selta það er til dæmis eins og það sem er í gangi í Íslandsbanka það var ekki verið að fjölga hlutum það var að selja það sem ríkið átti 35% þannig að ef þú ert að reka ef þetta er velreikið fyrirtæki á okkur þið þurfið ekki meiri peninga þá er engin ástæði fyrir ykkur að fara í Kauphöll ef að þið hins vegar myndu vilja stækka og fá peninga í staðinn fyrir að taka lán þá getur þetta boðið mér eða einhverjum að henda milljón kalli inn í þetta og eignast hlut og þá getið þið gert eitthvað, getið þið stækka og þá haldið þið að með því að gera það þá græðið þið meira heldur en með því að taka lán fyrir ástæðan fyrir að það er ekki allir að gera þetta það er þríþætt ástæða sko. Ein er svo, þetta er svolítið dýrt þannig að Þetta var að tala bara vinnuna á að gera þetta Já. Það að vera skráður í Kauphöll og það að skrá sig í Kauphöll er ekkert ódýrt það er misjant sko, þú þarft að svolítið að vega þetta er þetta þessi virði þannig að það er að fyrsta, það er náttúrulega fyrst og fremst ástæðan fyrir því að lítil fyrirtæki ekki Kauphöll við erum hins vegar með annan markað sem heitir First North sem er minni markaður, ódýrari
og það minni kostnaður og vinna eftir að skráningar hafin vegna þess að nú það hjá okkur og við þurfum að reporta mjög mikið stanslaust. Já, í gríp hérna boltalofti, getur útskipt fyrir fólkinu hver munurinn á bara OMTS í venjulegu bara Kauphöllinni og First North? Já, sko, munurinn í rauninni eiginlega bara stærðin. Okay. Þú ert með, við erum með Kauphöll Íslands sem partur af Nasdaq sem risastór samstæða og rekur hérna 2 markaði og það sem sagt aðallistinn þar sem að stór fyrirtæki eru skráð og svona það sem við heyrum yfirleitt talað og þar þarftu að gera upp byrnuð, þú þarft að vera með ásetning 4 sinum á ári, það ákveðin lágmarks eigið fyrir minnir mig sko, nú svo langt síðan ég kynnti mér þetta og þar sé upplýsingaskyldan skylda af hvað varðar hverju mega verið í stjórn, hverju mega stýra, þurfa að taka próf það svolítið stór pakki. First North annar markaður sem með svipuðum hætti að eiga viðskipti á honum. Getur alveg keypt og selt bréf á First North alveg svo gerur öðrum. Hins vegar ekki alveg sem kröfur, þannig að upplýsingarna sem þú færð fyrirtæki ekki eins miklar og ekki eins örar og þetta aðeins ódýrara fyrir fyrirtækin, þetta bara minni pakki, þetta svona dægit útgáfan af aðalistanum, ekkert verri fyrir vikið, í rauninni bara miklu betri fyrir til dæmis lítil fyrirtæki og fyrir þau sem eru að stíga sem fyrstu skref og hann risastóri Svíþjóð þessi markaður, þessi sami First North markaður og það vegna þess að þarna oft fólk, fyrirtæki að fara inn sem langar að vaxa mikið þannig að þau fara þangað inn eru kannski með svona stöðugan rekstur eins og staðan í dag en þau eru með einhver plön upp á framtíðina. Þau vilja fá fjárfesta inn í bréfin sem þú veist, í nýtt hlutafé til þess að safna sér peningar til þess að geta staðið í þessum vexti, fólk sem að treystir á þetta viðskiptaplan til lengri tíma og þetta lítil Kauphöll eða minnimarkaðir eins og First North hendar betur í þetta heldur en risastór aðalisti. En undir hvaða kringumstæðum ef þú með First North félag myndi að henda betur, það eitthvað þannig að þú mátt bara hafa einhverja X-veltu á First North eða undir hvaða kringumstæðum væri þetta betra fyrir þig sem fyrirtæki að fara inn í hefðbundin Kauphöll? Já. Hvenær myndir þú taka transferið? Já, ég meina það bara það sem sjávarútvegsfyrirtæki gerði á sínum tíma hér á Íslandi, fóra First North yfir aðalmarkaðinn og það geta til dæmis eitt að veltan með bréfin, þar sem viðskipti, fjöldi viðskipta miklu meiri á aðalmarkaðnum heldur en á hinum. Það mæntalega auðveldar að selja bréfin. Með því að vera inn á aðalmarkaðnum þá eru fleiri verðbréfasjóðir sem fjárfesta í bréfunum. Vegna þess að þeir eru oft með það sem heimild að þeir kaupa bara bréf þar en ekki inn á First North. Og hvað þar fram til göttunum, ég veit ekki hvort að það gæti verið eitthvað betra aðgengi að fjárfestingu og lífeyrissjóðum með eitthvað slíkt. Þetta yfirleitt ástæðan. Að nálgast bara meiri viðskipti þó að kosti kannski aðeins meira. Og Play, þeir eru komið First North? Já, nú Play að fara eða í hlutafélag útboð sem bara alveg frábært vegna þess að það sem við þurfum svolítið að fá, við þurfum bara að fá fleiri fyrirtæki markað og nú höfum við verið að stíga mjög stór skref því við höfum verið að fá mjög stór fyrirtæki markað á undanförnu Arion og Íslandsbanka, gríðarlega stór fyrirtæki og við höfum verið svo pínlítil núna meiri sé að þráttur að áratugur að verið liðin frá hruninu og þá vorum við samt með Kauphöll sem að hlutfallslega miklu minni enn í öllum löndum sem við berum okkur saman og við viljum hafa svolítið öfluga Kauphöll bæði vegna þess að við viljum að fyrirtækin okkar hafi aðgengi að því fjármagni sem fæst í gegnum Kauphöll en líka að almenningur og aðrir geti fjárfest í bréfum algjörlega. Það rosalega erfitt ef að þið varuð að reka tiltölulega stórt fyrirtæki sem við erum að gera og ég hefði áhuga á að kaupa hlutabréf hjá ykkur og hefði ég enga leið nema bara með því að tala við ykkur og kaupa beint af ykkur og það ekkert regluverk í kringum það sem að verja mig og engin upplýsingaskylda hjá ykkur eða neitt slíkt. Ef þau eru skráðir þá ég miklu öruggari með það sem ég að gera. Ég er fullvissari það að það sé ekki verið að svindla mig. Og það ekki öruggað þannig fyrir fólk út í stofu að það þannig að First North virkar alveg eins að þú bara við vonum til bæði, þú getur bara keypt alveg eins og þú kaupa bara hefðbundin Kauphöllinni? Jú, bara með nákvæmlega sama hætti, þetta er mjög einfalt og það verður rosalega gaman að sjá hvernig þetta gengur vegna þess að
að eftirspurn eftir hlutabréfum og bara verðbréfum almennt hefur verið svolítið mikil undanförnu, ekki bara á Íslandi. Snaraukist. Bara allstaðar, bara snaraukist. Og að hluta til vegna þess að bréf hafa hækkað og því miður og þá hegðum við okkur alltaf þannig að við eldum það sem búið að gerast sem er hérna neikvætt í sjálfu sér vegna þess að þá erum við að láta hjarðhegðuna vega þyngra heldur en einhver rökhugsun. Já, atferlisfjármál. Já, það er geggju grein. En hins vegar er það hérna er þetta líka vegna þess að í COVID að þá virðist fólk að safna svolítið peningum. Já, ég held að sé góð. Það er hérna þess að verður svolítið gaman að sjá. Ég var að sjá tölur frá Danmörku núna það. Nú svona farið að losna svolítið í Danmörku. Danir voru í síðasta mánuði að renna kortinu sínu eða bara einkaneysla þeirra að það var 10% hærri en það var á sama tíma 2019. 2019? Já, þrátt fyrir COVID. Já. Að það bara allir búinir þú veist, að meðaltali fólk búið að spara af því að það hefur ekki farið útlanda. Akkurat. Og þá var það að fara að eyða peningunum núna, sko. En svo náttúrulega má ekki glemma því að það er náttúrulega bara meira peningum í umferð líka bara í heiminum eða hvað. Já, og það er akkurat vegna þess að á mörgum mörkuðum að þá hafa peningum bara verið dælt út í hagkerfið eða til almennings til þess að láta fólk eyða peningunum til þess að efla hagkerfið til þess að svona halda hjólunum þó minnstu kosti gangandi sko. Já, og það, ég meina ferðagjöfin er það. Já. Í Bandaríkjunum að þá fekk fólk bara hana stimulus þessa ávísum bara. Það voru gaman að fólk bara að nota ferðagjöfina í merkilega hluti Dominos og KFC og fleira sem var efst þarna. Kemur út af það sama, það er það er neysla. Það er neysla, já. Og í mjög skamman tíma til þess að styðja við erfitt ástand eða styðja mann í erfið ástandi þá er hún góð sko. Já. Þá er einkaneysla góð, þú byggir ekki heilt hagkerfi bara á einkaneyslu sko. Það þarf að vera einhver verðmætasköpun. En mér finnst þetta góð, ég las grein sko sem að kölluðu svona fjárveitingar frá ríkinu sko, helicopter money sko. Já. Þetta er rosalega mikið bara, þú veist, það væri eiginlega skárra ef að Bjarni Ben hefði bara verið upp í þyrlu og verið að kasta peningu sko, því að þetta er já eins og ég segi, það er kannski félög sem kannski önnur saga en má deila það hvernig þessu var útlitað á þessu framvegis, en já, Leifur, þú ert bara að tefla fyrir hans hönd. Já, ég vélaði sem skák þannig ég ætla ekki einu uppbútt. Mér líst bara vel á það sko. Bjarni kom með fyrsta sigurinn. Já, einmitt. Bjarni tekur bara við sigurunniðin. Já, ég er bara allsæll með það sko. Ein skák, einn sigur. Já. Það er sterkasta aðstæðingnum hingað til. Nei, en mér langar að grípa annan bolt á lofti sem við vorum að tala áðan. Já. Það var að þú talaðir stærsta hlutafjárútboð í Evrópu og ég vissum á... Já, svona, þetta er stórt á evrópska mælikvarða núna í svolítinn tíma. Já. Já, í svolítinn tíma, mér langar bara að vita hvað kom á eftir sko, það er hlaut að koma eitthvað eftir þetta. Já. Það er bara, það er eftir þessu tekið. Já. Þetta er geysilega stórt, þetta er, ef þú lítur til dæmis á bara sölu banka frá hálfu hins opinbera yfir á einkamarkað, þá er þetta geysilega stórt í og mikið eftir þessu tekið. Þannig að þetta eru stór tíðindi í sjálfu sér. Þetta eru Íslendingar, við erum alltaf pínu lítil í öllum alþjóðlegum samanburði. En ákveðin fyrirtæki eru samt það stór að það er að vega þetta. Já. En þú nefnir við mig áðan að þú telur þessi gott fyrir okkur að við sem að fá erlenda fjárfesta til að fjárfesta í Kauphöllinni. Getur útskýrt fyrir fólki af hverju er það eitthvað jákvætt? Já, það er sko einföld ástæða bara hreinlega það að það styður við krónuna okkar og styður við hagkerfið okkar að fá bara nýja peningin í landinu með sama hætti og túrist sem kemur með vasana fulla í landinu eyðir þeim og skilur á eftir í landinu. Já. Þá geta þeir peningar sem hann skilur eftir í landinu farið bara á hring og farið á hreyfingu inn í hagkerfinu okkar og bætast bara við auð landsins og það sem að knýr áframhaldandi verðmætasköpun áfram í landinu. Þannig að það í sjálfu sér er jákvætt ef að það er peningur sem er til í að vera peningur sem fer inn bara og fer strax aftur út, hann getur beinilínis verið hættulegur vegna þess að þegar hann er að fara út þá getur hann farið út í það stórum skömmtum að það getur haft mikil áhrif til með svo krónuna og það er alltaf sásökafullt og býr til verðbólgu og allt það. Hitt er það að með því að fá erlenda fjárfestingu inn í landi erum við að fá önnur sjónarmið. Við erum að fá sérfræði þekkingu utan, við erum að fá smá challenge í það hvernig við vinnum. Við erum að fá challenge íslensku fjárfestarna kannski líka bara. Challenge íslensku fjárfestarna, challenge verðlagninguna á markaði, jafnvel erlendir aðilar skoðun á því hverjir sitja í stjórnum fyrirtækja og þetta er bara eins og varðandi alla fjölbreytni og sannlega heilbrigt fyrir efnahagslíf sem vantar þetta. Algjörlega. Og okkur hefur skort þessa erlendu fjárfestingu inn til þess að sinna þessu hlutverki. Þannig ég myndi segja að þetta hvort tveggja er afskaplega jákvætt.
þess vegna vilja lönd hvetja til erlendrar fjárfestingar. Það er almennt þannig. Og við þurfum ekkert að hafa miklar áhyggjur á því að það sé að valda einhverjum imbalans vegna þess að við eigum miklu meira í útlöndum heldur en eða sem sagt staða okkar gagnvart útlöndum sem er í rauninni alveg ótrúlega með við hvernig hlutinni voru innan bara nokkrum árum, hún er alveg bullandi jákvæð. Við eigum miklu meira í útlöndum heldur en útlendingar eiga hérna. Það er magnað. Það er alveg magnað og það hefur verið viðvarandi núna í talsverðan tíma sem er hérna algjörlega magnað. Þannig var þetta aldrei. Það var bara alltaf þannig að við vorum í mínus og þá er ég að tala þannig að það var mikið tekið erlendu lánum líka inn í landið sem er tiltölulega lítið að núna. Það er ekkert að erlendu lánum en það bara svona huga betur á þessum balans og við lærum það í hruninu að gera það sko. Já. Sko, nú er þetta mjög breið spurning sem ég bara hugsa að menn að tefla hérna en ég ætla bara að afsaka með þess en hérna myndir þú segja að Íslendingar hafi lært eitthvað á hruninu? Já. Í hefðin? Alveg svakalega mikið. Já. Sko, ein helsta ástæðan fyrir því að COVID fór svona vel efnahagslega, vel innan risastóra gæsalappa. Þú veist, við vorum hérna með öskrandi samdrátt í fyrra og ofboðslega margir sem eru atvinnulausir og fyrirtæki sem þurftu að loka og með öllum þess ásöngum sem því fylgdi. En við munum alveg komast upp á lappirnar og ná svona fyrir styrk eftir svolítinn tíma. Það er ekkert allir að fara að ná þessu. Nei. Og ein helsta ástæðan fyrir við náðum því, fyrir utan alls konar að það er bara góðar ákvarðanir og eitthvað slíkt, er það að nákvæmlega er það lærdómur sem við drógum á hruninu. Og ef við lítum á 3 aðila sem getum litið á svona sem þá sem er að höndla með peninga á Íslandi, það eru opinbera aðilar, það eru fyrirtæki og það eru heimilin. Og hvað eru allir þessir 3 aðilar búin að vera að gera á undanförnum árum? Þeir eru búin að vera að greiða með skuldir. Þannig að þeir höfðu svigrúm. Alveg magnaði þessi á heimilin til dæmis. Hvað eru bara búin að auka sparnað og draga úr skuldsetningu. Það sem það þýðir er þegar það kemur upp ástand eins og var í COVID, það sem að fólk verður að taka lán. Fyrirtæki verða einhvern veginn að reyna að svona koma sér í gegnum þetta og henda sér í einhvað hýði. Ríkið og sveitarfélög þurfa að dæla peningum út og svona reyna að halda þessu gangandi. Að það var bara til í verkfærakistinu, það var hægt að gera þetta. Það var hægt að fara þessa leið, skuldsetja okkur bara aðeins meira tímabundið og kaupa okkur út úr kreppunni. Og annað sem við lærðum, þetta er annar parturinn af því, hinn lærdómurinn sem var risastór var sá, hversu miklu máli það skiptir þegar við erum með pínlitla mynt, að Seðlabankinn sé bara eins og Jóakim Aðalund, bara sitja á einhverjum ofboðslegum gjaldeyrisvaraforða. Og það er þannig að Seðlabankinn í gegnum árin og meðan túristarnir eru búin að vera að koma að fullu, þá var Seðlabankinn að kaupa gjaldeyri. Og þegar hann er að kaupa gjaldeyri þá er hann aðeins að halda aftur af því að krónan styrkist of mikið, sem er gott fyrir útflutningsgreinarnar og við viljum ekki miklar sveiflur. En að sama skapi þá er hann bara að fylla bankana peningum. Og hvað gerist síðan einmitt þegar að þetta gerist og langstæsta útflutningsgreinin okkar, útflutningsgreinar eru þær greinar sem koma með erlenda gjaldeyri til landsins, sem við þurfum til að geta keypt eitthvað utan, líka við verðum að fá gjaldeyri. Þetta þurrkaðist upp algjörlega út á COVID. Og þá fyrir bara Seðlabankinn að kaupa íslenska krónu, selja gjaldeyrin sinn. Það hefði aldrei gert það og geta gert það en hefði ekki átt mörg 100 milljarða króna í gjaldeyrisvaraforða. Ok, þannig að það þýddi líka það að króna veiktist ekkert að ráði. Þannig að við héldum sjó, þrátt fyrir að verðbólgan sé svolítið mikil núna, þá hefðum við verið miklu meiri ef þetta hefði ekki gerst. Ok, og þá er það núna, hvað gerist núna? Já, ef við fáum allt verið hérna á fljúandi siglingu aftur og túristinni fara hérna bara, það er bara röð upp í leifstöð og allir fara að koma hingað, að þá er náttúrulega hætt við að krónan fara að styrkja svolítið. Vegna þess að það eru svo margir að skipta erlenda gjaldmiðlunum sínum í krónur, allir að kaupa krónur og þá styrkist hún. Og hvað gerir Seðlabankinn þá? Já, hann kaupir gjaldmiðlun og selur krónur og stendur á móti þessari hreyfingu, dempar hreyfinguna í krónni og safnar aftur upp í gjaldeyrisforðann sem að mun gagnast okkur vel ef þetta gerist einhvern veginn aftur. Þannig að ég held að lærdómurinn sem við hefum dregið að þessu hafi ekki bara verið mjög heilbrigður og góður, hann er bara búinn að reynast vel, hann er búinn að sanna sig. Þannig að ég held að við hefum lært alveg ofboðslega mikið. Fyrir utan það líka bara allt regluverk í kring banki í dag og banki fyrir hrun er eins ólík fyrirtæki og getur ímyndaðir. Það er allt annað regluverk, það er allt annað hvernig hlutir eru reknir hérna. Við erum ekki erlendri lántöku að mjög miklu leyti. Það er meira sem bara búið að banna það að einstaklega getur tekið erlend íbúðalán eða bíllán. Þannig að það er hérna, já nema það séu með tekjur erlendri mynd. En fór ekki
skuldafjárútboð daginn? Jú, ríkið hefur verið að taka lán í erlendum myntum og það bara hið besta mál. Það ekkert að því... Var ekki 0% vextir eða? Já, það var sára lítið, það var ég man ekki hvað það var, en það var alveg óbúslega lítið. Ódýr og góð lán og erlendir aðilar sem veit ekkert hvað að gera við peningar sem það alveg verið til í að lána ríkissjóði. Þannig að það er mjög fínt. Leifur þú að tapa? Nei, ég bara... Þetta er bara taktík. Töflið sko. Ef þeim verið að gera það, þá kannski ég fjall á tíma smá. Já. Þetta er einn leiðilega skákir í telt, sennilega svo leiðilegasta. Nei, ég skal gefa þetta núna. Vel gert, Markus Orri. Þetta var tap hjá Leif. Já, herru, nú held ég komið að þér að þreyta frumkvöldu. Hvernig listur þú það? Já, erum við ekki að spila nóló hérna? Jú. Herru, ég bara... Ég ætla að fá að hækka tímamörkin. Gefa hann nýja skák allavega. Já. Setjum hérna... Þannig að þú eyðir ekki öllum frítímanum þínum að tefla á netinu? Nei, ég er eitthvað lítið í því. En þú fær nægan tíma til að hugsa? Já. Ég er líka búinn að setja ákveðs fordæmi núna. Já. Tapar næstu í öllu, sko. Já. Eins og segi, ég veit ekki hvað ég er að gera þessu, sko. Herðu. Sýnist þú. Já. Þetta flýgur upp. Nú man ég ekki meira, sko. Nei, ég segi. Þá langar mig að koma nokkur spurningum frá frá Adam. Nú? Frá miklum Adam. Jæja. Já, ok, við byrjum bara hérna. Það er bara eins sem segir takk. Þannig að, Við eigum nokkra félaga sem vilja þakka þér kærlega fyrir. Mættu til 18 ára á kynningum hlutabréf og þar kveiknaði áhugi þeirra. Það er hérna... Hvernig byrjaðu þessu greiningastarfi? Þú varst náttúrulega í verðbréfamiðlun. Já, sko, einmitt, takk fyrir, virkilega gaman að heyra þetta. Nei, ég byrjaði sko þegar ég fór að vinna í bankanum, þá var ég að vinna í eignastýringu. Ok. Og eignastýring er sá partur af bankanum sem aðstoðar fólk við að ávaxta peningana sína. Yfirleitt varðandi verðbréf, svona verðbréf, séreignarsparnað en aðalega svona hlutabréf, skuldabréf, erlendan gjaldir og eitthvað slíkt. Erlendar fjárfestingar. Og þetta, já, þannig ég byrjaði í rauninni þar. Ég var í því mjög snemma að eða svona fræða og halda utan um fræðslu til starfsmanna í útibúum varðandi verðbréfaviðskipti, sjóði og slíkt. Svo fórum við að bjóða upp á þau sömu námskeið fyrir almenning. Já. Og þannig ég fór að færa mig meira og meira í svona fræðslufundi og efni og eitthvað slíkt. En síðan gerðist það fyrir ekkert rosalega löngu síðan að ég fékk að taka við greiningadeild bankans. Við erum með greiningadeild sem er ekki að greina verðbréfamarkaði, heldur erum við að greina efnahagsmál almennt. Þannig við erum að gera stýrivaxtaspár og verðbólguspár og þjóðhagsspár og aðalega að spá og bregðast við og svona reyna að rýna svolítið í bara íslenskt efnahagslíf. Og þetta er lítil og nett deild hjá okkur en alveg ótrúlega fært fólk sem er það sem mér finnst skemmtilegast að gera á öllu í vinnu. Það er bara vinna með fólki sem er svona afburðavel gefið. Það er ótrúlega gaman. Og þá erum við í þeirri deild í rauninni með bæði greiningarstarf og fræðslumál. En þá eingöngu fræðslumál út úr bankanum. Og það er svona allt mögulegt, við erum að skrifa greinar, við erum að fara út á sviðtöl og halda námskeið og hitt og þetta. Eru þið eina slíka deild landsins? Er einhver annar banki með greiningar og fræðslu? Ekki saman? Ekki saman, ekki svo ég viti sko. Ég verð bara að vera með smá pillu á hinna bankuna og þar á meðal minn eigin, ég er nú starfsmaður Landsbankans. Það hefur ekki borið á fræðslu frá neinum öðrum banka eins og frá ykkur og sérstaklega þér. Já, við höfum allavega, sko við lögðum óbúslega ríka áherslu á þetta vegna þess að okkur fannst þetta algjörlega vanta. Sko, það var aldrei hann þessi betur fyrir, við höfum aldrei verið beðin að tengja þetta við sölu. Það hefur aldrei, sko fræðslan hefur alltaf fengið að vera svona hlutlaust apparat sem hefur freka verið svona samfélagsábyrgðar megin í bankunum. Að það sé heilbrigt í sjálfu sér að fólk með þekkingu deili. Með tandurenni íslensku. Það er boring. Það er boring. Það sé bara svona, já, ykkar er miklu skemmtilega. Nei, ég meina, mér finnst þetta raunverulega að vera þannig að þú veist, það græða allir á því
bankar græða á því að fólk hafi meiri þekkingu á peningum og það er hérna og hver ætlar, það er svo lítil fræðsla þetta eins og þú veist að nefna þetta er lítið í skólum, þetta er lítið annars það eru náttúrulega alveg aðra hinir bankarnir eru alveg að gera þetta og samtök fjármálafyrirtækja og aðrir við ákváðum bara kannski að fara all in þú veist, leggja bara mjög mikið í þetta gera þetta bara fullum krafti og reyna kannski að gera þetta svolítið skemmtilegni Já, það sem ég átti við að það sem svona svo fræðsla sem maður hafði fengið áður en þið byrjuðu var miklu hann var ekki að segja því Nei, við erum ekki að bjóða gestum við þá ég hugsa strax, þetta kom alveg kolvitlaust hann var að tala um hvað þið breyttu leiknum í fræðslu eða sko, það var eiginlega ég fatt það strax bara en það var nú bara meðal hans þú sem að kveikti minna áhuga á fjármálum sko, bara beint upp úr Já, ég er búinn að heyra það bara nokkrum aðlum fyrir hann þátt það er bara nákvæmlega svo leiðis og það var engin tilhörn að fengja við hann þátt sko, þegar ég er búinn að vera og veit að Birkir líka bara aðdæmdur lengi sko. Mér finnst það mitt gott, ég horfði á fyrirlestur hjá þér eða hjá ykkur auðvitað daginn það sem þú varst að útskýra fyrir fólki bara hvað það þýddi fyrir fólk að fara í orlof ég held að sé bara einhvern veginn engin búinn að pæla í því Nei, og þetta er risa ég ætla ekki að segja risa ákvörðun þetta er samt, þú veist, þetta er þú veist, fólk bara að vita hvað er að gera sko og hvað er réttindið að hafa og svo framvegis Já, ég held að það sé sko leið og ert það heilbrigðisa sem að ég held að fólk læri varðandi peninga það er einhvern veginn bara svona staldra alltaf aðeins við varðandi alls konar hluti veist, þetta þarf ekki að taka langa tíma pældu í því kannski þú eru búin að ná ákveðum aldri eða bara hvernig sem er kannski langar með einhvern veginn eða okkur langar að eignast barn og hvað þýða? Þetta er bara svona pínu pæling ég held að þessi alltaf margir sem bara svona það er svo æðislega ákvörðun í sjálfu sér að þá er bara umræðan búin en hvað þýðir það? Ætlum við að fara í fæðingarólu, hvernig virkar það? Þú veist bara byrja hans að pæla í þessu sama með það að af hverju ekki að pæla í til dæmis kantu, þú ert kannski í vinnu eða þú ert í skóla en er það eina leiðin til þess að þéna peninga að vera í vinnu getur þú kannski selt eitthvað sem þú ert að gera eitthvað skillset sem þú hefur hvernig myndi ég gera það? Hvað þú sett lengi að kynna það tekur ekkert rosalega langa tíma en er ekki alveg óbúslega vel vörðum tíma sem þú eyðir í það sko. Hvernig gerir það? Þannig við erum oft að skoða þessa hluti og eins og þetta með fæðingarorlofið að fara í allan pakkan hvað svo, bara hvað kostar eignast barn og við erum líka með komstu það því að fólk ætti bara ekki eignast börn? Nei, alls ekki. Það er algjörlega þessi virði sko, Nei, það er bara sko, það sem gerist hjá óþægilega mörgum er það að fólk þarf að svona það þarf að leggja í einhverja fórnir sem það langaði ekki að gera sko. Og það kemur eftir á. Þau get ekki tekið sér kannski eins mikið fæðingarorlof og vonuðu. Verða fyrir miklu tekjutapi kannski lendi pínu basli út af þessu nú er ég búinn að klúra þessu alveg Nei, þetta var eitt peðamöldu vinna Já, þú veist, lendi í þessu að þetta er bara orðið helds vesen og ef þú kannski hefur undirbúið með smá fyrirvara þó að sé kannski stundu svolítið erfitt en bara aðeins að pæla þetta er að sama það sem mér finnst eiginlega skemmtilega sem ég veit að hljóma nú ekki að skemmtilegast í heiminum sko, en það er það er starfslokki fólki á lífeyrismál að ég er bara alltaf að hitta fólk sem er hægt að vinna og það fer þá fyrst að hugsa ég hef nú bara átt að gera hlutina allt öðru en það hefur átt áratugi í að hugsa þetta og það hugsaði það eittir 10 mínútum það hafði aldrei eitt 10 mínútum í að pæla í þessu og svo loksins þegar að Beggi færi komið að mér eða eitthvað hann var að drepa sko hann draf drottninguna hérna og þá er þetta bara þessi pakkin en áttur enda frá ég rugglu hana þið eru að henda mér ég held að þessi Agnar Möller sem ég er að tefla þig sko það er Margir Pétursson eða Margir Péturs eða annarkvæða þeirra, mér sýnist það Nei, en þið skiljið hvað ég meina sko að það sem mér hefur fundið skemmtilegasta sem ég hef náða að tala við fólk það er það að heyri einhverju sem er kannski fertugur og pitcha einu við hann eða hann og segja þegar þú verið 60 ára langaði ekki að hafa pínu valkosti einhverju optiona af því að allir aðrir meir og minna þeir ætla bara einhvern veginn að vinna þannig að vera 67 ára og ætla svo bara að treysta á það lífeyrissjóðurinn sé nóg en hvernig væri þegar maður er 60 ára að geta að hugsa það er gaman í vinnu, ég ætla að halda áfram en ég hefði bara betra eða ég ætla að fara í hálft starf mér finnst leiðilegt í vinnu, ég ætla að fara í aðra skemmtilegri vinnu sem borgar minna, ég ætla að vera meira í útlöndum, ég ætla að fara í hálft starf
þú getur sennilega ekki gert neitt af þessu nema þú sett aðeins byrjar að pæla í þessu fyrr og ef þú ert 40 eða 30 eða hvað þú ert og byrjar aðeins að pæla í þessu og byrjar að reikna þetta niður að þá getur þú actually gert eitthvað í þessu en vandamálið það verður engin gaman að því að tala lífeyrismál nema þessu orðin 60 eitthvað ára Nei, einmitt Ég að sopna þetta sko Nei, þetta er alltaf ógeðslega leiðileg umræða En það eitt sem mér langar að nefna við því að við tölum aðeins fyrir þátt sko þú augljóslega bara í þínu starfi sem þú ert í þú mátt ekki vera að segja fólki keypti þessu, seldu þetta núna, keypti þetta Finnst þér að kannski setja einhvers konar hömlur á þitt starf að vera ég ætla ekki titla kannski sem fjárfestingar ráðgjafa en samt þú ert svona ekki leiðbeinir þú ert að kynna fólk fyrir þessu Finnst þér að aftar þínu starfi að geta einmitt ekki tala kannski hlutir eins og þú myndir vilja gera þú ert að tala mjög svona varlega alla hluti og svo framvegis Ég held ekki vegna þess að það sem að mér finnst alveg nógu skemmtilegt að bara útskýra fólki hvernig það getur bjargað sér sjálft Það sé alveg nógu sko Það alveg, mér finnst alveg gaman bara að kenna fólki hvernig þessi hluti virka og svo segi ég bara, og svo finnur þú bara það sem það hentar bara þín ákvörðun, af því að ef við ímyndum okkur, ég veit ekki hvað ég að tala við mörg þúsund manns á ári ef við væri alltaf bara ráðleggjaði með eitthvað þá væri náttúrulega bara fólk með kindla og heikvísla fyrir utan hjá mér af því að það væri náttúrulega alltaf eitthvað að fara að klikka sko. Og ég ekki að vinna þannig vinnu og sakna þess ekkert sko. Nei, ég skilji En mér er að skjóta í að því vorum að tala lífeyrismál og það ekkert alltaf skemmtilegasta umræðefni en bara að því vorum að tala þetta og ég veit við erum með marga unga hlustendur að bara skjóta inn í með séreignarsparnað fyrir þá sem ekki vita mér langar bara ótrúlegt plattform til þess að vera séreignarsparnað skáta þau sko en bara að þú getur lagt inn 2-4% sérstaklega þú átt ekki þína fyrstu eign skattfrjálst getur tekið út þegar eignast þínu fyrstu eign og bara borga beintin á höfuðstólalániðinu og vinnaðin gefið 2% á móti og svo ertu að fá bara 2% launahækkun frá vinnunni að þeir sem eru ekki meðslíkt eða veit ekki hvað þá bara hvetja á endri til þess að kynna sér það því að það algjör no-brainer og það unnið þannig sko að þetta kerfi var búið til á Íslandi til þess að reyna að fá alla Íslandi að fara í það þess vegna voru alls konar fríðindi sett inn í þetta kerfi þannig að auðvitað ég öll að vera með séreignarsparnaðinn sko Já, ef ykkur fannst til dæmis örlátt á okkur að vera að gefa gjafabréf frá fyrirtækjum sko, þá þetta bara gjafabréf út ævina, mánaðarleg, þetta bara fáránleg gjöf sko. Og þetta nákvæmlega það sko, að það sem mig langar að gera að mig langar að geta á einhverjum tímapunkti, þú veist það liggur ekkert rosalega mikið á því einhvern veginn núna, en á einhverjum tímapunkti þá langar mig alveg bara að eiga einhverja peninga, að eiga eitthvað lausafér, nú hef ég aðalega bara verið að reyna að greiða íbúðalán og svona en að eiga einhverja peninga til þess að geta gert eitthvað stofna fyrirtæki, leiki mér þú veist, breyti einhvern veginn hvernig ég hætti að vinna og allt það Klárt. Ég veit alveg ég aldrei að fara að gera það nema ég gerir svona og það sem að séreignarsparnaðurinn hefur að hann alltaf bara hraðari heldur en hitt vegna þess að það alltaf verið að gefa mig pening vinnan alltaf að gefa mig pening í hverju mánuði en líka það að þetta ég blandast ekkert inn í umræðinu sjálfur, þetta er bara gert automatískt og það besta leiðin til þess að fjárfesta það að láta einhvern annan gera þetta mánaðarlega fyrir sig sko. Þá missur aldrei úr og ég var einmitt að það eina að vinna með mér sem bara rétt skriðinu við 20 og ég var einmitt að pæli ef hún byrja núna ef hún myndi bara pæli í þessu það engin leið, þegar ég var 20 og þá var mér þú veist, ef einhver hefði sagt mér hugsaðu sjálfan þegar þú ert orðinn 50 ég er alveg sama, ég aldrei að fara að verða 50 hvað sem en segjum sem svo að maður næði að samfæra hana í það og maður myndi segja þú veist, væri ekki æðislegt að þú ættir bara svona mikla peninga og getur leikið þér að geta eitthvað skemmtilegt á þeim tíma eina sem þú þarft að gera er núna kannski að leggja fyrir bara 5.000 skall á mánuði og ef hún segir ok, ég get alveg 5.000 skall á mánuði og hún heldur sig við það 30 ári eða eitthvað, orðin fáránlega mikil peningur og þetta er alltaf málið að þú ert að fá ógeðslega mikið fyrir eitthvað sem er ekkert að kosta þig mikið þannig að því að þú ert ekkert að sjá neitt stórkostlega eftir því En talandum, þetta er bara svo reglulegur sparnaður en ef við talandum Agnar Möller, hann sagði sko þegar við spurðum hann kannski er hann ekki alveg hann má vera segja aðeins stærri orð heldur en þú kannski mögulega út frá sinni stöðu en hann sagði að besta fjárfestingin væri alltaf að greiða niður lánin sín
Já, sko, það náttúrulega alltaf svona af því það svo mikil no-brainer fjárfesting af því þeir eru út að fjárfesta, allir sem eru að fjárfesta þeir eru alltaf að pæla í tvennu á sama tíma þeir eru að pæla í ávöxtunum sem þeir geta fengið það er bara hversu mikið þetta að hækka og þeir eru að pæla í áhættinu sem þeir eru að taka og þú þarft alltaf að gera bæði eins og sko, ef að þið myndu fara núna og setja allt á rauðan í spilavíti og vinna þá þætti mér það ekkert impressive sko. Af því að ég ég skil þetta, já Herru, ég tapaði þessu, það allt í góðu Ég fjall á tíma, já En hérna, sko mér þætti það ekki impressive vegna þess að þú ert að taka ómikla áhættu til þess að réttlæta það að hafa tvöfalda peningin En ég segi, ok, þú hefði getað doblað en þú tókst allt ómikla áhættu Þannig að mér finnst þessi jafnaði bara brotin, þetta er bara illa gert Einmitt, prófa þetta aftur og heyrið þá Já, gerðu þetta eins öðruvísi Þetta er eins og að mæta, með prófið þetta að fá 10 en enga útreikninga Já, akkurat Og þannig að það sem þú gerir er að þú reynir alltaf að balansera þetta Þú segir sko, ok, ég held að ef ég gerir þetta að þá fá ég svona kannski þessa ávöxtun en það er svona mikil áhætta og þetta er alltaf með allt sem þú gerir þá ertu alltaf að vinna með þennan balans og það sem þú reynir að gera þú reynir að taka eins litla áhættu þú getur og reyna að fá eins háa vexti þú getur þetta er alltaf, sweet spot er að ná því það er ógeðslega erfitt töfralausnin hins vegar í því er tími að ef þú bætir tíma inn sem annari jöfnu í þetta að þá dregur automatist úr áhættunni án þess að hafa áhrif á ávöxtunina ávöxtunin bara vex og eftir því sem lengri tími líður að þá dempast öll áhrif á áhættu af því að eitt af því sem gerist á verðbréfamörkuðum svo allir sem eru búin að fylgjast með verðbréfum sjá er að verðbréf þau sveiflast alltaf einhvern veginn en ef þú myndir taka sama gráð og myndir zooma massíft út þá séu miklu minni sveiflur yfir langan tíma miklu minni sveiflur miklu svona beinni lína einhvern veginn og eina leiðin og það þýðir automatískt minni áhætta og þú færir þetta bara með tíma þannig að sá sem er að áhætta í langan tíma hann er að fá miklu betri hann er að fjárfesta miklu betur en sá sem er að fjárfesta í skamman tíma miklu betur og þess vegna er alltaf langtíma sparnaður þú veist eins og bara fyrir 18 ára krakka sem býr ennþá heima hjá foreldrum sínum en veit að það langar einhvern veginn að kaupa sér íbúð og bara byrja strax en Björn, verður miklu betra það er eitt sem ég verð að ræða því ég áttaði mig á sig fyrir svo stuttu síðan að ég verð að koma að þessu í live útsendingu sem er það að hversu oft hefur þú heyrt frasan það er alltaf góð fjárfesting að fjárfesta í steypu þú veist bara ersta case there is en málið er bara það og þetta er mín kenning og svo má þú bara afsanna ef hún er ekki rétt er að það er bara gott að fjárfesta í steypu ef þú ert ánægður með þá steypu sem þú ert að kaupa og þú ert ekki í tröppugangi af því að málið er það að segjum ef ég núna var að kaupa mínu fyrstu íbúð og ég hugsa, heyrðu, djöfull að hækka íbúðin maður og svo bara græddi ég helling á henni svo fyrir ég að kaupa aðra íbúð og hún er dýrari sem þýðir að hún er hlutfallslega hún er búin að hækka meira heldur en þessi þannig að ég er að taka þátt í ringiðinni þannig að skilur hvað punktur er að fara þannig að þú veist, ég er einn útskýrur við erum með búið Dómus Nova alltaf þetta er ekki að borlingjandi heldur því að þú ert að taka þátt í leiknum skilur hvert þér að fara Já, það er náttúrulega oft þannig ef að sama hlutfallslega hækkunin er að verða þá krónun tala miklu hærri á næstu eign sem þú ætlar að kaupa sko. En þetta er kannski svo niður, þá er það samt Já, þá græður alltaf að því sko, þannig Ef ég kannski svara punktinu sem ég glemdi áðan varandi það sem hann Agnar var að segja varandi það að væri alltaf besta fjárfestingin greinuð lán að þá er það vegna þess að sko áhættu þátturinn er tekin úr sambandi að það er ein ástæðan fyrir því að þú veist 100% hvað þú varst að spara og náttúrulega skattfrjálst ef þú ert á séreigna en þú veist 100% hvað þú varst að spara þér öll ávöxtun ef þú ert að fjárfesta þá er alltaf áhætta af því að öll fjárfesting, hvaða nafni sem hún nefnist er alltaf þannig að þú lætur einhvern annan fá peningin og þú ert ekki 100% það í hvaða ástandi að verður þegar þú færður hann tilbaka ef þú greinuðu lánið þá ertu 100% með það að það lán og svo upphæð mun aldrei bera vexti og verðtryggingu það er 100% öruggt hvað það varðar og þess vegna er ég alveg sammála því að það greinuðu lán er geggjaði sweet spot sko. Það er góð ávöxtun yfirleitt og rosalega lítil áhætta en ég er alveg sammála því sko. en jú, þetta sem þú nefna varandi það fjárfesta í steinsteypu það er sko það sem að maður þarf líka svolítið að skilja á millið sko að stundum tala maður að fjárfesta í steinsteypu þegar maður er bara að kaupa sinna eigin íbúð sem maður ætlar að búa í en þú ert það er kannski erfitt að bera það sama við aðra hefðbundna útgáfa fjárfestingu af því önnur fjárfesting er alltaf þá þannig að þú ætlar að nota þennan peningi í eitthvað annað en varandi íbúðin sem þú ert í þá ertu svolítið svona fastur í því og þú ert svona einhvern veginn að vinna þig upp þá í ennþá dýrari eign en þú munt aldrei nota þetta í annað en eignir og
og þá gætur lenti eins og þú ert að segja þessu svona tala hins vegar, segjum svo að ég sé að tala að fjárfesta í steinsteypu að því ég ætla að kaupa aðra íbúð til að leigja út og það oft það sem fólk að tala þegar það að tala steinsteypu eða íbúð sem fjárfestingu að þá náttúrulega má heldur ekki gleyma að það ákveðin áhætta af því að eiga íbúð varandi þá viðhald á henni, útleigu og svo framvegis kannski leigjendur einhvern mánuðinn og nákvæmlega og í flestum tilvikum að þá gengur það reikningsdæmi upp ef að íbúðin hækkar líka í verði og það svolítið það sem fólk ótt að spila á að leigan kannski að kofvera kostnaðinn en það síðan hækkunin á eignaverðinu sem að að fara að skila þér ávöxtun en svo þetta að fara að tryggleina ég heyrði einnig sem að nefndi það við mig að ekki að nefna hvernig hún tengdi henni en það stelpa sem að hafa þeim fengið þessar upplýsingar og hún fór í Bauhaus og í Biko með vinkonum sinni að reyna að kaupa steinsteypu því að hún hefði heyrt að það væri alltaf gott að fjárfesta í steinsteypu hún hélt að verið að tala bókstaflega steinsteypu þannig að þá höfðu það alltaf að kaupa steinsteypu og geima hana einhvers staðar vegna þess að hún myndi hækka svona eins og það væri gull eða eitthvað sattur hún undir gotna að sem betur fyrir þá náðu það ekki lengra sem hefur verið helviti ég vona að þú ekki að leira þetta fyrir henni nei, þetta átt að sjá því snemma Leifur, við erum ekki búin að tala mikið fótbolta en mér langaði bara rétt að koma inn á það sem þú varst að tala á áðan þegar þú sagðir að gulla uppskriftin við það að þú við að lækka áhættu og hækka ávöxtun væri tími ég var alveg vissum á að segja dreift eignasafn það er ekki tukka sem að ég algjörlega, það er alveg rétt eignadreifing ein bara einföld rökstuðningur er eitthvað fagfólk í öllum heiminum sem að ávaxta peninga fyrir aðra sem setur allan peningin á eitt stað ég held að sé engin í öllum heiminum sama hvaða lífeyrissjóður eða hverða er út allan heim að setja allir peningana í dreift eignasafn allir af hverju eru allir að gera það vegna þess að það er betur en að setja bara á eitt stað vegna þess að þú gætir alveg sett á eitt stað og orðið ógeðslega ríkur en sko þetta er svo að setja eina tölu í rúllutinni já þetta er bara talað um rúllutinni nákvæmlega en síðan þurftur við alltaf að gera það aftur og það er einmitt ef við vissum nákvæmlega ekkert innan fjárfestingar og við spyrja hver er ríkasti fjárfestir í heimi þannig að maður alltaf halda að það væri einhver sem að setti peningi sinn eða keypti félag sem er vaxi ævintýrlega það er ekki þannig það er bara Warren Buffett og svona gæjar sem að hafa bara verið típiskir langtíma fjárfestar bara með dreift eignarhald sem er rosalega basic sem bara nákvæmlega sama á hinn venjuleg íslenski sparafjáreigandi eða lífeyrissjóður á að gera og þetta er alveg rétt vegna þess að það sem hún fer ef við bara ímyndum okkur, tökum eitt dæmi segjum svo með 2 skuldabréf skuldabréf er bara lán, bara eins og íbúðalán það er að segja það sem ég kaupi skuldabréf af segjum bara Reykjavíkurborg þess að þetta Reykjavíkurborg ætlar að borga með 4% vexti það þýðir það að ég veit að ég mun fá 4% ávöxtun en það gæti samt eitthvað klikkað það er einhver pínu líkur á því að Reykjavík gæti lent í vesinni ekkert óbærslega mikla, það gæti gerst síðan kemur annað sveitafélag sem er bara Seltjarnarnes og gefur líka út skuldabréf en þeir segja líka 4% þá veit ég ok, ef ég kaupi bara skuldabréf að Reykjavíkurborg þá veit ég fæ 4% ávöxtun en áhættin er svo að ég er að hengja mig á þetta eina sveitafélag að fara illa ef ég kaupi líka frá Seltjarnarnesi og núna komið 2 skuldabréf þá fæ ég nákvæmlega sem ávöxtun ég er áfram með 4%, breytist ekki neitt en er ekki áhætt að minna þessu 2 sem skulda mér er ekki minni líkur að bæði Seltjarnarnes og Reykjavík klikki og þarna er ég strax búin að minnka áhættuna og svo gerum við þetta með 20 eða 100 útgefenda af skuldabréfum og sama með hlutabréfin er að ef ég kaupi í einu hlutabréfi að þá það getur verið að þetta hækki en það getur líka verið að þetta fara allt saman í skrúna ef ég á 20 hlutabréf þá er rosalega ólíklegt að þau fari öll í skrúna og þetta er eignasafn og svo gerur það þannig að þú reynir líka að setja peningana í ákveðnar eignir sem að vega ótt hvora aðra upp þannig að þú kaupir verðtryggt og óverðtryggt vegna þess að þegar verðtryggt hækkar þá lækkar óverðtryggt og aðeins á móti bæði hækka en þú ert alltaf með smá balans til þess að passa upp á þig og þú ert bæði hlutabréfum og skuldabréfum þú ert bæði á Íslandi og í útlöndum og þetta byggir upp þú ert aldrei að fara að fá 30% ári en þú getur samt fengið ansi góða ávöxtun miklu betur en þú gæti kannski fengið á bankareikningi yfir langan tíma og áhættan er miklu minni en kannski væri ef þú hefur ekki vandaði við og það hefur verið gerðar
alveg æðislega rannsóknir sem að ég man ekkert hvað ég fann það en maður þarf að skoða. Þetta eru hérna risastóri fjárfestingarsjóðir og lífeyrissjóðir sem hafa verið raktir svolítið aftur. Það verið að skoða hvaðan kom ávöxtunin. Af hverju voru þeir að gera betur en aðrir eða verið eitthvað svoleiðis. Og það svo sjaldgæft að það séu einstaka fjárfestinga ákvarðanir sem að skila ávöxtuninni. Í langflestum tilvikum, langflestum, þá var það bara eignar samsetningin sjálf. Að þeir ákvaða, við erum svona mikið í skuldabröðum, svona mikið í hlutabröðum, svona mikið í erlendum myntum og svo blönduðu þeir vel og þetta var ástæðan fyrir að græddu peninga. Það er magnað. Og þetta hljómar ekkert óbærslega sexy, þetta hljómar ekki eins og þessi ógeðslega gaman eða eitthvað svoleiðis. En það oft bara áhugavert að svona læra þeim bestu og þeir bestu gera þetta. Og þá ég að tala þá bestu til lengri tíma sem eru með alvöru og sem eru ekki að monta sig að einhverju heppni. Af því að svo það þannig að við erum alltaf í einhverjum bylgjum og einhverjum sveiflum og í ákveðin tíma sem getur varað mörg ár þá bara einhver ákveðin eignarhlutur að outperforma allt annað. Og það að þú fóst all in í þann eignarflokk og græddir peninga gæti verið að þú hafi séð það fyrir en minnst líklega að þú hafi hreinlega verið heppinn. Já, því ekki svo góð fjárfestir, það rétt, já. Nei, það ekkert endilega. Og þá verður það þannig að við förum að samfæra sjálf okkur að við séum bara ótrúlega góði fjárfestar og þá náttúrulega líklegast að fólk lendi á vegg þegar það ommetur sjálft sig, sko. Algjörlega. Sem aftur, þetta er ekki rosalega skemmtileg nálgun en ef maður vill, græða til lengri tíma þá þetta leiðin, finnst mér. Já. Leifur, nú verður að tala um fótbolta. Já, herru, Björn, hvert þitt lið á EM? Það var að detta út af því það eru Skotar sem að loksins eru komnir á EM og hérna spiluðu vel á móti Englendingum en that's it. Eru flottið það? Hérna, já, eru frábæra á móti Englendingum. Þannig að það var svona svolítið synd en mér hefur fundist sko af liðunum sem mér hefur fundist spila besta fótboltan ég held að geta engin við fengið það frakkar langbesta liði fyrir langbestu leikmenn bara með 3 af 5 bestu sóknarmönnum í heimi og örgulega 2 af 4 bestu miðjumönnum í heimi í landsliðsbolta en ég held að hérna, Þýskaland og Holland séu svona þau lönd sem mér hefur fundist skemmtilegast að horfa á. Mér fannst leikurinn hjá Þjóðverjum mútið Portugal sko, þeir reynda að fengu þessu 2 mörk en það var eiginlega bara fullkomið framistæða og hollendingarnir eru bara svo skemmtilegir. Þeir eru að spila alveg ótrúlega skemmtilegan fótbolta. Þannig að ég hef verið rosalega hrifinn af þeim. Þannig að ætli ég fylgist nú ekki mest með þeim. Þú ættir að setja allt á rauðan af því þú varst að mæla með því hérna áðan. Hver er vinna? Hvaða lið vinnur? Ef ég ætti að vera bara að láta ekki tilfinningarna ráða þá bara hver er að fara að vinna mótið. Búin að 2 leikir. Já, sko. Ég held að margir þess að frakka fyrir mótið, núna eru menn svona þeir eru eitthvað svona sloppy sko. Já, einmitt. Mér finnst hann hérna Pavard í hægri bakverðinum hafi verið alveg afleitur. Ég held að ef ná honum í ganga þá af því að það fer oft mikið einhvern veginn í gegnum en hann er bara skugginn af sjálfum sig sko. Ég held að Þjóðverjar bara líti einhvern veginn þannig út að þeir getur alveg fara alla leið. Bara svo þessi upptöku, ég ætla að segja Ítalía. Heyrðu, ég ætla nú reyndar alveg að leyfa þeim að vera í hóp með Hollandi og Þýskalandi að það hafi verið skemmtilegir. Það er rosalega gaman að horfa á að spila. Og líka þessar sexy lið maður er bara, þetta er Roberto Mancini á hliðinni og þetta er alveg sturglað. Ítalía hefur alltaf á mótum, það hefur alltaf verið drama í kringum ítalska landslið. Jákvætt eða neikvætt. Það hefur alltaf verið einhver alveg ótrúleg stemning, alveg algjörlega galin stemning og alltaf eitthvað ótrúlegt að gerast. Þú veist, ég man eftir því þegar þeir lentu í dómaraskandalnum undir Suður Kóreu, allt sprakk. Þegar þeir vinna Frakkana í úrslitaleik á HM með því náttúrulega öllu þegar þeir fara ótrúlega langt hérna, á Ítalíu 1990 Skilacci sem enginn hefði heyrt allt það er alltaf eitthvað skemmtilegt sem að mjög oft eitthvað skemmtilegt sem tengist. En við vorum aðeins að ræða fyrir þátt og við munum taka betur það eftir en það var þetta Super League en ég var að spyrja þig fyrir þátt hvernig stæði því að bæði Arsenal og Tottenham voru þarna inni af því að það vita það að hvað voru það mörglið? 10 lið í heildina eða? Voru ekki 10 lið í heildina eða? Hvað voru þau mörg í heildina? Voru 10-12? Hvenær? Í Super League, þetta voru 12 eða 14 lið, var það ekki? Já, ég held allavega 6 frá Englandi. Já, þessi 2 lið voru aldrei að vera þetta og spara að taka styrkleikan inn í þetta. Nei. En þá kemur þú inn á það sko, þetta snýst kannski ekki það. Nei, þetta er ekki UEFA að velja bestu liðin sko. Nei. Þetta er fyrirtæki sem að þessi lið stofna saman eins og NBA til þess að reyna að hámarka peninga og sameiginlega hagsmuni og hagsmunið þeirra að því að vera saman tengist að hluta til hvernig félaginu eru rekin hvernig svolítið formið og hvernig formennir kannski ná saman að þetta þarf að vera svona svolítið grúpa en að langmestu leyti snýst það peninga
og þá þannig, hvað voru þetta 12 liðið eða ekki? Ég sá það ekki fyrir já, það voru 6 á Englandi, 3 á Spáni, 3 á Ítalíu, that's it. Og þetta líklega bara byrju Paris Saint-Germain fór inn og dróð sér svo út. Já, þetta einhver 13 lið. Nema hvað að hérna peningarnir að ráða þessu og þetta voru bara stærstu liðin. Ef frátalið Bayern München, það voru stærstu liðin. Og hérna það á engin efni á því að tala niður til Tottenham og Arsenal vegna þess að þetta eru gigantíski klúbar á fjárhagslega mælikvarða. Nefnum það Chelsea menn. Nei. en sko tökum dæmi, Burnley miklu stærri klúbbur heldur en Roma og hérna Porto. Burnley? Já. Og Ajax og Monaco. Þó að þau sé Champions League. Þó að heilið sé Champions League. Spila á þessum markaði. Þeir eru bara í ensku úrvalsdeildinni. Fjármálamarkaði sem ensku úrvalsdeildin er. En ég held Champions League væri líka þvílík gullnáð. Já, bara ekki nóg til þess að vega upp hvað enska úrvalsdeildin sturluð. Hún algjörlega fáránlega stærð. Og þetta bara þróun sem hefur gerst í svona 2 sprettum. Þetta byrjar í kringum hérna áratugumótin yfir 1990, svona kannski upp á 1990 þegar að tvennt gerist. Annars vegar gerist það bara að sjónvarp springur út í sjálfu sér. Við erum komið með Ítalíu 90, fáum hérna síðan Bandaríki 94 verður kannski svona eitt stærsta sparki í rassinn hvað þetta varar sem að eykur peningana í þessu en svo fáum við stofnun ensku úrvalsdeildarinnar og það sem þetta að gerast á sama tíma þarna verður til kúltúr í fótboltanum eða svona fyrir fólk að læra það að bara borga almennilega fyrir fótbolta borga bara eins og Kaninn hefur alltaf verið að borga fyrir íþróttir og við erum ennþá víðsfjarri því sem Kaninn borga fyrir íþróttir en við vorum þá allavega að færast aðeins nær því og þá fer þetta að vera þannig að peningarnir fara náttúrulega að verða mestir þar sem sjónvarpið sko á þessum tíma áður en að enska úrvalsdeildin stofnuð þá eru bara lið frá Svíþjóð og Júgóslavíu og Úkraínu og Hollandi og Belgíu og Skotlandi bara að vinna Evrópukeppnir alveg jafn oft á enskunni. Já, það var bara Fram og Real Madrid, þetta var bara svona fáránlegt. Já, þetta voru bara Evrópubolti var miklu meira hann fram yfir 1980 þá var það bara miðasala sem skipti máli. Það svo rómantist. Já, það náttúrulega algjörlega geggjað og það ákveðnum stöðum ennþá þannig í Skotlandi það bara miðasalan. Það alveg 50% Við þurfum að koma inn eftir að Björn vist ykkur algjör svona perri fyrir litlum klúbbum. Já, það mjög skemmtilegt. En síðan einmitt gerist þetta, það verður þessi skil á milli þar sem að Premier League fer að vaxa. Það fer svipað að gerast á ákveðnum öðrum stöðum eins og sjónvarpssamningurinn á Spáni sem verður tiltölulega stór og svona. En síðan síðan fer Evrópupeningurinn að koma inn og þá fer að vera alvöru peningur í meistaradeild Evrópu og það bætist enn við en partur á sama dæmi, það bara sjónvarpið meistaradeild Evrópu algjörlega verðlaust apparat ef ekki fyrir stóra sjónvarpssamninga síðan erum við að fá aftur núna það sem hefur verið að gerast núna kannski undanförnum svona 7 árum svona nokkurn veginn það að við höfum verið að sjá að það að skilja miklu meira á milli svona allra þeirra sem voru að njóta sjónvarpsins og Evrópu og einhverju ofurliða og ofurliðin sem ekki rosalega mörg en þau eru svolítið þessi sem við sáum í Super League plus plus hvað plus Bayern München þú veist og kannski Borussia Dortmund eða eitthvað, ég veit ekki að þessi lið þau eru að slíta sig frá öllum öðrum og þau eru að gera það út af markaðslegum styrk af því þau eru vinsælust og vegna þess að þau eru opnast markaðir í Asíu það ástæðan fyrir því og þá erum við ekki að tala um það við sem að tala um einhverja milljóna punda við erum að tala um 100 milljóna punda á ári sem gerir aðstöðum með alveg fáránlega Super League var ættu til þess að festa þetta í sessi með formlegum hætti búa til klúbb þessara liða sem ætla sér að vera stæst þannig að þau taki við peningunum en þetta sáldrist ekki að miklu leyti þannig að nú þannig að þó að þessi lið sem er svona brjálæðislega stór að þá rosalega stór hluti af peningunum sem að fara til þeirra frá deildunum þeirra og frá Evrópu af því það eru deildinar og það UEFA sem tekur sjónvarpspeningin og þau vilja fá þetta sjálf og finnst þeim stóru liðunum kannski vera litlurinn sem fá of mikið af þeim þeirra skerf þau eru að kvarta yfir því og þau eru að segja að UEFA sérstaklega Evrópska knattspyrnusambandi hafi staðið sér illa í því að semja um peninga og sé að útdeila þeim með ósanngjörnum hætti af því að þessi lið sé að búa til peningana og þetta ekki aðalega þessi 4 lið eða þú með Barca, Real svo þetta með United og Liverpool og svo mögulega kannski
Var Juvenis líka? Þetta bullaði? Já, sko, þau sem að, það eiginlega alveg klárt að liðin sem að leiddu þetta mestu leiti áfram voru Juventus og Real Madrid. Já. En það bara vegna þess hverjir eru formennir. Já. Og þeir eru búin að vera að fronta þetta svolítið, keyra þetta svolítið áfram og þetta hefur svo sem alveg verið í umræðinni í óbúslega langan tíma. Svona verið einhvern veginn gert. Þetta hefur alltaf verið kveðið niður hreinlega bara með að ausa peningum í þessi félögum með því að fótbolti gerir ekkert að halda áfram að stækka. Svo gerist núna í COVID að í fyrsta skipti að þá skransar þetta eitthvað aðeins tilbaka. Þá virðist þessi lið bara panika og segja við þurfum bara að gera þetta núna. Við erum búin að tala þetta í mörg ár. Það einhvern veginn hóað öllum saman á einhvern Zoom-fund. Það bara keyrt á þetta á ákveðið, senda út einhver kjánuleg yfirlýsing, það var alla búið að hanna neitt útlit á þetta. Og þá kemur ljós út af því hvað bakklasi verður mikið að það voru ekkert allir borð, sko. Ekki nógu sterkir. Það var ekki búið að festa með nógu fast. Það náttúrulega, og það örugglega vegna þess að þeir voru að flýta sér að gera þetta, sko. Með meiri tíma heldur þetta hefði tekist, jafnvel þótt að bakklasi, eins og við tölum, það bara var alvöru bakslag. Það bara allir fótboltæmirinn saminaðist á bakvið það að þetta væri ömuleg hugmynd og ekki romantískt. Ég held að þeir hefðu getað gert þetta með miklum tilkostnaði. Ég held að það hefði alveg getað vel verið þannig að þeir hefðu verið reknir úr deildum. En þá hefðu þeir bara hugsað, er það bara kannski allt í lagi, sko. Ég meina, þú ert örugglega með ákveðna klúbba á ákveðnum stöðum sem að líta kannski ekkert á sinn heimamarkað sinn heimamarkað, sko. Ég get alveg ímyndað mér að undir ákveðnum kringumstæðum getur í samfært Rangers og Celtic að spila við Englendinga, sko. Og sleppa því að spila við Skotla hérna frá og þú getur kannski samfært Real og Barca að spila bara við stærstu liðin í Evrópu. Ég get alveg ímyndað mér þetta gerast og þetta að búa til NBA-deild, sko, yfir Evrópu. Ég held nefnilega, sko, ég held að það hefði getað gerst. Þetta hræðileg tilhugsun, sko. Og ég held að þetta endar örugglega svona, ég veit ekki hvað langt í það, en mér finnst svona alla líkur á því. En svo erum við líka að tala um að því að við tókum smá EM-umræðina fyrir þátt líka að þú segir við okkur bara þegar EM var haldið í Englandi árið 96 að þá voru 8 lið. Nei, það fyrsta lið, það fyrsta mótið sem voru 12. Já, sem voru 12, Nei, 16 segi ég. Fram að því voru 8. Já, og það sem ég segir og það alltaf bara einföld ástæða fyrir það, bara verið að búið til meira peninga, koma fleirum að og það kannski smá sem Premier League hefur gert en málið það einhvern veginn, þú veist að þá finnst kannski stóramannum eins og hann sé ekki að fá að litli mann sé að fá of stóran skerf. Já, það sem þau vilja, stóruliðnar, þau vilja spila oftar innbyrðis. Þess vegna vilja þau koma seinna til dæmis inn í Evrópukeppnina. Það þetta þá spennandi. Horfði ég bara svona reyfandi í tímsinu? Sko, mér finnst það að vera svolítið svoleiðis að þau eru að gefa svo mikið skít í það á hverju tilveru réttur þeirra byggir til að byrja með. Takk. Og það byggir á deildunum, sko. Já. Mér finnst Nottingham Forest alveg vera mikilvægt lið fyrir enskan fótbolta og Liverpool er. Já. Þetta fundamentally alveg, þetta bara leið þú ert búin að færa þetta út og búin að búa til NBA-deild úr þessu og brjóta þetta einhvern veginn út úr deildunum og fara með þetta annað að þá ertu að eyðileggja eitthvað sem að nú þegar er æðislegt sem mér finnst vera bara hvernig deildar fótbolti hefur verið byggður upp og ástæðan fyrir því að hann er betri á Englandi en annars staðar vegna þess hversu að peningunum hefur verið deilt í jafnar í efstu deildinni. Svo náttúrulega er alltaf þessi óbúslega munur á milli sviða en ég skrifaði grein fyrir nokkrum árum sem að var það sem ég var að nefna það að við varum á algjörum krossgötum hvað framtíð fótboltans varðaði og þetta var áður en þetta Super League dæmi kom og það var þetta að ég sá eftir ég verið búin að rýna í fjármálunni í þessu að það væri engin leið að stoppa þetta að þetta yrði þannig að þessi ofurlið og ákveðnir nokkri leikmenn væru að fara í óstöðvandi átt að meiri peningum og hinir hefðu lítinn sem engan aðgangaðum peningum og þá yrði þetta þannig að ensku úrvalsdeildin gæti ennþá alveg liðin geti alveg fengið peninga en það yrði þannig að United og Liverpool og City og fleiri yrðu kannski með 5 sinnum meiri peninga ekki bara 2 sinnum meiri peninga og það er í sjálfu sér svo erfitt að grípa inn í þetta af því þú getur bara sagt, heyrðu, við viljum bara markaður að leysa þetta einhvern veginn markaðurinn mun ekki leysa þetta nema hann búið til NBA-deild og það er hræðileg til Hvað með FPA? Financial Fair Play? Já, það sem að það gerir er það byggir á því að reksturinn verða að vera sjálfbær
en reksturinn alveg sjálfbær í þessum vexti sko. Það að segja að peningurinn ekki að koma kannski beint frá eigendunum, auðvitað var það þannig að til þess að Paris Saint-Germain og Manchester City kæmust í innan klúbb þá þurftu að fá peninga frá eigendum. Nú það búið og þessi félög þó að þessir eigendur færu þá myndi þetta eru fínustu fyrirtæki, þeir myndu alveg reka sig, ekkert mál. Og financial fair play gengur út á það, þú mátt ekki eyða pening sem þú þénar ekki. Nei, akkurat. Nokkurn veginn svona, og eitthvað svona hitt og þetta annað. Þess að gera þetta svolítið sanngjarnt. Og þessi peningar sem ég að tala þeir munu koma vegna þess að þau eru að þéna, vegna þess að þau eru að fara að selja skriljónir af auglýsingum og treyjum í Víetnam og Indónesíu og þaðan kemur peningurinn og þau eru að fara að spila æfingamót einhvers staðar eða búa til sína eigin litlu keppnir þar sem þau eru að fá ofboðslegt forskot á alla hina og það stenst financial fair play. Það svolítið issueið. En það sem að enska úrslitin gerir og hún tekur sjónvarpspeningi þaðan sem að sú deild fær og deilir þeim rosalega jafnt. En það eini peningur sem hún yfir að ráða. Já. Þegar að Manchester United fekk Coles auglýsing á öxlina. Já. Þá var sú auglýsing meira virði heldur en auglýsingarnar á maganum á einhverjum 4-5 liðum í deildin til samans. Og þetta eru peningar sem að fara óskiptir til Manchester United. Þegar Manchester United selur treyjur í Tælandi þá eru þeir að fá milljónir sem að Norwich fær ekki einustu krónu því að það selst ekki ein Norwich treyja í Tælandi, ég get alveg lofa því. Og þetta eru einu markaðin sem að vaksa. Skiptir einhversu máli hversu margir búa í East Anglia eða eitthvað. Það sem skiptir miklu máli hversu margir eru að horfa á sjónvarp í Asíu og veðja og þessin eru auglýsingasamningarnir þannig. Þetta það sem mér finnst vera ógeðslega erfitt vandamál að leysa einhvern veginn. Ég veit ekkert almennilega hvernig hægt að gera það sko. Ég ekki ennþá einhvern veginn komið með lausnina við því nema það á meðan við erum ekki búin að fatta það bara að standa á bremsunni. Það bara verður við einhvern veginn að standa á bremsunni. Af því að fótboltinn mun líða fyrir það. Ég held að verði ógeðslega leiðilegt að fótboltinn verði eins og NBA þó að leikinir gætu alveg verið skemmtilegir. Alveg gaman að sjá Liverpool mútið Barcelona í einhverjum hörkuleik en viljum við að fótbolti sé bara það og að restin af fótboltinu verður bara svo írskur fótbolti eða eitthvað sem öllum nákvæmlega sama og bara amatör sport eða bara eins og körfubolti. NBA það eina sem nokkur með sama með körfubolta. Ég veit alveg að það spilaði körfubolta annars staðar en það öllum sama allt annað en NBA og þú getur alveg lifað því að spila körfubolta einhvers staðar en NBA það eina sem skiptir máli. Og ég vil að mér finnst skemmtilegu fótbolta því hann skemmtilegur með alls konar hægt út allt. Það svo margt skemmtilegt. Já, og til dæmis einn af þeim hlutum sem svo skemmtilegu fótbolta að það eiga allir á blaði séns. Þessi körfuboltanum, þá eru bara 20 lið sem í raun og veru bara auglýsingavörur og það ein lið sem eiga séns. En svo skoðum við eins og Leicester sem voru settir á 2000 stuðul hjá veðbönkum fyrir mót og svo vinnaði mótið sem alveg frábært og það svona ævintýri sem maður lifir fyrir. Og með því að til dæmis stofna þessa ofurdeild, það væri bara afhróð, það væri hilling. Já, og að gera þetta svona lokuðum klúbbi þó að þeir ætlaði að hleypa einhverjum upp í þetta, það alveg hræðilegt. Þannig ég vona að það verði ekki, en ég er dauðhræddur að verði. Þeir voru reynda kýldir svo svakalega niður núna að það alveg klárlega svolítið í það. Já, þeir fögnuðu við eiginlega fögnum þessu, eða svona, þeir fóru á flatt í þetta og þar með kannski lokuðu á einhverju dyr í bili. Það betra að það hefði gerst svona en að þetta hefði ekki gerst. Já, þeim tókst að samin að alla fótbolta saman, það var aldrei sér að það er saminning. Haldið þið að það hefði verið betra að þeir hefði bara sagt, heyrðu, tímabilið 26-27, þá byrjar þetta. Eitthvað svona. Fyrir þá? Já. Sko, það svo sem fólst alveg í þessu, sko, þeir sögðu ekki að þeir ætlaði að byrja að spila í ágúst. Þeir sögðu að tímabilið í nýju ofurdeildinni hæfist í ágústmánuði. Já, ok. Þannig að það var ekki alveg klárt að það myndi byrja núna í haust. Þó að þeir hafa örugglega reynt það, sko. Já. Og reynt að ná í peninga og eitthvað, en kannski út af COVID sem þeir vildi ekki nefna þetta, sko. Já. En, sko, þetta út allt sem að þetta svolítið vandamál með það að stóru liðin sem mikið aðdráttarafl. Í Skotlandi sérstök herferð í gangi sem að heiti Support Your Local Team. Þar sem að, bara tökum dæmi, ég var á Ibrox heimavelli Glasgow Rangers á leik milli Glasgow Rangers og Motherwell. Og ég var í svona hálfgerði svítu eða svona það sem hún fær mat fyrir leik og svona fínir. Og borðið með mér var leikmann sem hafði spilað með Motherwell. Hann hafði verið atvinnumæður í fótbolta með Motherwell. Og hann var mættur á völlin sem stuðningsmaður Glasgow Rangers. Já. En það bara vegna þess að
þetta vandamál að þú ert alinn upp í Kilmarnock eða Dumfries einhverstaðar en þú heldur með Celtic, heldur með Rangers og þetta er að sama með barnið sem að fæðist í Blackburn eða í Bolton eða einhverstaðar að það heldur með Manchester United og þetta er þetta er andstæðin við það sem er hérna vil ég að KR bara sæki stuðningsmenn í Graóin og annar staðar af því að mér finnst alveg fáránlegt að það þurfa að vera bundið við póstnúmer en kannski er ákveðin sjarmi í því en þetta er svona lítil útgáfa að sama dæmi ég held að það sem að vonandi gerist þegar það verður dýrar á völlum til dæmis og fleiri túristar að koma á leikina í efstu deildum að þá eflist minniliðin með þessum hætti fólk verður að styðja sitt lokal liða skemmtilegt Leifur, ég held að við séum bara á þetta nokkuð tendir Já, þetta voru frábæra pælingar og bara tíminn flaug frá okkur í kvöld Já, ég geti talað um manni svona 10 tíma Já, þetta er alveg, þetta var frábært ég ætla bara að setja útgöngulega og Birgir, þú kannski kemur aðeins inn á styrktaralinn okkar loki við erum marga nýja og bara við þakkum gæla fyrir okkur í kvöld við erum þakka styrktaralinn okkar aftur það er myntkaup sem að eru með eini helsti söluaðili Bitcoin í Íslandi við erum með AHA sem eru með heimsendingar á öllum heimsins mat og alls konar tilboð og hótelgistingum og svo framvegis við erum með Dómus Nova sem bjóðum upp frítt verðmat og ef þið losna eignina eina strax þá heyrir Dómus Nova og segjum ekki síst ef þú vilt láta kötta þig vel niður þá er það fitnessport en senast og alls ekki síst er það Björn Berg þakka þér kærlega fyrir komuna takk fyrir hetja takk fyrir boðið takk fyrir takk